Stjórnarfund númer 461 haldið hérna í bæjarstjórnarsalnum þriðjudaginn 29. mars 2016 og hefst núna klukkan 17:00. Forseti óskar eftir því að samþykki fundarins við að bæta tveimur málum á dagskrá með afbrigðum. Það fundargerð 15. fundar skipulagsnefndar og fundargerð 12. fundar umhverfis- og ferðamálnefndar. Er það samþykkt? Það er samhljóða. Fyrsta mál. Breytingar á deiluskipulagi Reykjanesvirkjun. HS Orka hf. óskar eftir leyfi til breytingar á deiluskipulagi Reykjanesvirkjunar samkvæmt 2. málsgrein 38. greinar skipulagslaga númer 123/2010. Einnig óskað eftir mati Grindavíkurbæjar á því hvort breytingin teljist óveruleg, samanber 2. málsgrein og 43. grein. Í breytingunni fyrirhugað að stækka stöðvarhús, skiljustöðvar og hreinsi mannvirkja. Stækkanirnar eru innan núverandi byggingareits en nýtingarhlutfall hækkar. Skipulagsnefnd leggur til við að bæjarstjórn samþykki breytinguna, samanber 2. málsgrein og 43. grein skipulagslaga og að hún verði grenndarkynnt fyrir Stolt Seafarm og Haustak. Orðið er laust. Gjörðu svo vel, Guðmundur. Er þetta ekki í lögsögu Reykjanesbæjar? Já, þetta er á mörkum. Deiliskipulagsmörkin inn á Grindavík. Orðið er laust. Ef það er ekki fleiri, þá ber ég upp tillögu skipulagsnefndar til samþykktar. Þeir sem er þessu samþykkir, gjörðu svo rétt upp hönd, það er samhljóða. Annað mál. Deiliskipulag, Víðilhlíð og nágrenni. Tillaga deiliskipulagi Víðilhlíðar og nágrennis er tekin fyrir eftir auglýsingu. 3 athugasemdir bárust frá almenningi, en hafa ekki borist umsagnir frá Umhverfisstofnun og Heilbrigðiseftirliti. Í athugasemdum frá almenningi er mótmælt byggingareit suður af Víðilhlíð og tillaga að annars konar fyrirkomulagi fylgir einnig þeirra. Skipulagsnefnd samþykkir innkomnar athugasemdir að hluta og verður umræddur byggingareitu felldur út úr tillögunni. Skipulagsnefnd leggur til við bæjarstjórn að tillagan verði samþykkt og sviðsstjóra verði falið málið til fullnaðarafgreiðslu samkvæmt 42. grein skipulagslaga númer 123/2010. Geri Umhverfisstofnun og Heilbrigðiseftirlit ekki athugasemdir. Einnig verði sviðsstjóra falið að svara þeim sem gerðu athugasemdir á þann hátt að tekið verði tillit til athugasemda er varða byggingareit suður af Víðilhlíð og ekki komið til nýr byggingareitur í staðinn. Einnig verði sviðsstjóra falið að svara þeim sem gerðu athugasemdir á laust. Ásson, gjörðu svo vel. Þú ræðið því. Þann hátt að tekið verði tillit til athugasemda er varða byggingareit suður af Víðilhlíð. Herðu mig, langar kannski bara fyrst að fagna því að þetta skipulag í Víðilhlíð er komið á lokastig. Suður af Víðilhlíð. Það hefur verið á athugasemdir, er komið frá félagi eldri borgara og starfsmanna Miðgarðs. Enda hafa þau reynslu og þekkingu. Mér finnst bara líka mikilvægt að skipulagið gerir ráð fyrir því að einkaaðilar geti farið í það að byggja fjölbreyttar íbúðir í nálægð við Miðgarð. En ég velti einu fyrir mér og kannski beini þessi spurningu til þín, Ármann. Þessi byggingareitur að framan er tekin út. Þarf ekki að koma í staðinn? Já, til lengri tíma þá, og ef að uppbyggingin á að halda áfram á þessu stað, þá þyrfti þessu. En byggingareiturinn sem er þá austan við Víðilhlíð. Enda hafa þau reynslu og þekkingu. Mér finnst bara líka mikilvægt að skipulagið gerir ráð fyrir því að einkaaðilar geti farið í það að byggja fjölbreyttar íbúðir í nálægð við Miðgarð.
En ég velti einu fyrir mér, kannski beini þessi spurningu til þín Ármann, þessi byggingareitur að framan er tekin Svo fer bara eftir því hversu langt við erum að horfa fram í framtíð. Þarf ekki þetta að koma í stað? Já, mér langaði bara að til lengri tíma þá, og ef að uppbyggingin á að halda áfram á þessu stað, þá þyrfti þessu. Já, takk fyrir það Ásrún. Nú orðið er laust. Páll, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Ég verð nú að segja að ég verð fyrir svolítlum vonbrigðum með þetta skipulag. Að í fyrsta lagi vil ég nú kannski fagna því að það hefur orðið við því eða búið að hverfa frá þessari byggingu þarna frama við sem var náttúrulega algjör skandall, hefði eyðilagt allt útsýni og stemmingu þarna á þessum stað. En ég er alveg gáttar á því að þessi byggingareitur skildi bara vera strokaður út og ekkert reikna með honum neitt annar stað. Þá spyr ég bara, var engin þörf fyrir þennan reit þegar hann var settur á? Ég minnist þess þegar við vorum að skipuleggja hérna íþróttasvæðið, þá pössuðum við okkur á því að hafa byggingareitina nógu stóra. Þannig að allar þær svona hugsanlegu tillögur sem voru uppi þá, þær hugmyndir byggingu, hvort sem það var íþróttahús eða vellir eða hvað það hét allt saman, að pössuðum okkur á því að hafa byggingareitina nógu stóra. Ég er alveg gáttar á því, þetta kom til tals ef ég man rétt bara á síðasta bæjarstjórnarfundi, þar sem við bara var sérstaklega beðið það að kanna það að setja byggingu þarna, í stað þess að setja hana þarna sunnan við, að setja þessa byggingu sem sagt á austan við bílaplanið og tengja þar sem er gert ráð fyrir að lengja þetta hús þarna í austur. Og það kom þarna ágætis breytingartillaga, sá ég þarna athugasemd frá Guðmundi Bragasyni, þar sem hann stingur upp á því að þessi bygging næði niður á austurveginum. Því við vitum allt sem búum hérna og höfum búið eitthvað hérna hvernig austanáttin er. Það snýst allt um að búa til skjól. Og þarna hefði bara verið alveg upplagt að búa til skjól bæði hérna fyrir neðan. Það kæmi flottur garður hérna með skjóli fyrir suðaustanáttinni og eins kæmi hérna skjól upp á bílaplanið. Það sem nú bara oft alveg hávaðarok og vallastætt. Ég bara lýsi vonbrigðum með að það skuli ekki hafa haft og byggingareitið þannig að það geti komið þarna eitthvað té þarna fyrir þarna austur endanum. Svo að þurfum við nú ekki að fara að opna þetta kostar alveg hellingspening að vera endalaust að hræri í þessum deiliskipulögum. Að gera þetta bara almennilega einu sinni, við vitum að við þurfum að byggja þarna áfram upp. Þannig að ég bara segi fyrir mig, ég get bara alls ekki stutt þessa skammsýni að hugsa ekki lengra fram í tímann. Og annað sem er svolítið athyglisvert hérna, að í þessu skipulagi, þar sem eru gert ráð fyrir þessum íbúðum, að það skuli vera 12 íbúðir hérna 120 fermetrar. Það er langt flestar íbúðir 120 fermetrar. Pluss bílskúr 32 fermetrar. Og pluss 6 fermetra garðskáli. Fyrir hvað erum við að byggja? Ég bjó nú hérna með 3 börn í 105 fermetrum og var bara ágætt. Það var reyndar 40 fermetra bílskúr. Og svo 8 íbúður 105 fermetrar og með bílskúr og 6 fermetra garðskála. Svo koma 4 íbúður 80 fermetrar og 4 70 fermetrar. Ég hef nú haldið sko pluss garðskáli og bílskúr. Ég hef nú haldið að það væri akkurat svona íbúður sem við þyrftum að byggja. Að reyna að hafa þetta þannig að fólk ráði við þetta. Þannig að en eflaust má breyta þessu eins og öðru eftir á. En þetta er bara
ég hefði viljað hanna þetta bara þannig að við séum að byggja þarna fyrir eldri borgara og bara venjulega eldri borgara. Þeir eldri borgarar sem þurfa 120 eða ég veit ekki hvað þetta eru 150-60 fermetrar. Ég held að þeir séu bara ekkert að koma þarna upp yfir. Þannig að ég lýsi bara vonbrigðum með þessi vinnubrögð og þessa fjöldan á þessum stóru íbúðum og eins hitt að hafa ekki skoðað það. Ég skal alveg viðurkenna það, ég sendi ekki skriflega athugasemd það yrði skoðað þessi bygging þarna fyrir austurendanum til að búa til þó að sé gjarnan búa til skjól fyrir bílaplanið og jafnvel niður á Austurvegi. Ég hefði viljað sjá kannski einhvern rökstuðning af því þá var sérstaklega beðið það og ég man ekki betur en að forseti hefði tekið undir þetta síðast að við myndum kanna þann möguleika. Þannig að ég hefði nú viljað sjá eitthvað á blaði það. Af hverju það var ekki gert. En ég veit ekki alveg, mér finnst svolítið fljótfært að vera afgreiða þetta núna. Ég hefði viljað allavega sjá rökstuðning fyrir því af hverju hvað mælir á móti að þessi byggingareitur sem var þarna fyrir neðan. Fyrsta lagi nú skrítið að allt sé ekki þörf á honum og svo í öðru lagi þá af hverju var hann ekki skoðaður þarna austan við eins og var talað um á síðasta bæjarfundi. Já, takk fyrir það, Páll. Það kannski, Ármann, þú myndir kannski svara eitthvað, þetta er svona margar spurningar, ef þú getur kannski aðeins útskýrt þá fyrir okkur hvað þið verða að fjalla. Já, þetta sem sagt fjallar uppbygginguna í Víðihlíð og þar í kring og appelsínugulu reitindir eru stofnanabyggingar og rauðu eru einkaframkvæmdir. Ég byrjaði á því að svara varðandi stækkunar í Víðihlíð. Nú eru 12 íbúðir í Víðihlíð og eins og ég sagði áðan þá getur innan þessarar stækkunar rúmast alltaf 12 íbúðir. Þá erum við að gera ráð fyrir 100% hækkun af fjölgun á íbúðum inn í Víðihlíð og það ætti að duga til einhvers tíma. En það rétt að deiliskipulög eru í rauninni óendanleg, þannig að við getum gert ráð fyrir 100 ára frá tíma þessum. Varðandi íþróttasvæði, ég verð eiginlega að leiðrétta með það vegna þess að núverandi íþróttasvæði, deiliskipulög því, það er full nýtt og ekki pláss fyrir nýtt 1000 fermetra íþróttahús þar, þannig að það var bara því miður ekki rétt. Íbúðirnar það er rétt að gert ráð fyrir mörgum stórum íbúðum, 120 fermetra, en þetta er allt af 120 fermetra. Þannig að það er frjálst að hafa minni og það er gert ráð fyrir 470 og 490 fermetra. Og það er alveg rétt að það er gert ráð fyrir fleiri stórum íbúðum en þetta var niðurstaða nefndarinnar. Ef menn vilja byggja minni í raðhúsalengjunum þá er það leyfilegt líka. En við ekki komum fleiri með það minni hús? Jú, mögulega sko. En þetta var niðurstaða nefndarinnar og það var svo síðasta. Það er ekki að glemma einhverju. Jú, þetta er náttúrulega bara alltaf matsatriði. Deiliskipulög eru rauninni ekki tímalaus, þannig að þú getur rauninni skipulagt í 200 ára fram í tíma þessuna. En það gerir það í rauninni enginn samt. En þetta ætti að duga með núverandi ástand. Það var gert ráð fyrir 100% fjölgun á íbúðum. Og ef að nefndin hefði metið það svo að það hefði verið meiri þörf, þá hefði hún væntanlega sett inn nýjan byggingarreit. En þetta er bara niðurstaða nefndarinnar. Það er sem ekki þörf fyrir þetta sem alltaf búin að sunna. Jó, einhvern tímann hefði þess þurft. Fyrir 100 ár. Ég er ekki í stöðu til að meta það sko. Það er alltaf að skoða það. Já, það er sjálfsagt að kasta. Það var að skoða það. Var það að skoða það? Jú, það var rætt að fjarlægja þessa byggingarreiti hérna. Mögulega og setja þá inn á þá. Það var ekki upp á skjá. Já, en það var ekki farið alla leið með það. Það var rætt að hafa byggingarreit hér
og hérna... Ég meina ekki austan við eins og var talað síðast. Hérna megin? Nei, hérna megin. Nei, það er alltaf gert ráð fyrir einkaframkvæmdum hér á fjölbýlishúsum. Þannig að á svæðinu öllu er gert ráð fyrir nokkur 100 íbúðum. Og ég hugsa að það taki örugglega 50 ára að fylla það allt, sko. Og hérna, þetta skipulag eins og önnur er sjálfsögðu ekki fullkomið og mætir ekki kröfum allra, en nefndin vil meina það að þetta uppfylli núverandi kröfur og til nánustu framtíðar. Já, takk fyrir það í Bili Ármann. Það er fleiri eitthvað sem hljóð. Guðmundur, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég er ósammála Páli fjölgun stærðarmörk í þessu skipulagi. Er ekki allt í lagi að gera ráð fyrir 120 fermetra íbúðum, þó svo það þurfi ekki að vera 120 fermetrar, það mega vera minni. Það er verið að gera ráð fyrir þessu skipulagi mjög mörgum möguleikum á stærðum og íbúða. Ég held að það sé bara mjög gott. Það er ekki gott að hafa allt einsleitar byggingar og einsleitar stærðir. Þá getur fólk sótt og byggst til þarna í þeirri stærð sem það vill. Ég tel ekkert að því þó að þeir sem vilja byggja sér 120 fermetra íbúð geti gert það. Fólk getur farið inn á þetta svæði 60, það þarf ekki að verða nýrætt eða vill gera það. Hvort sem það vill gera í þessu svæði annars þar í bænum. Þannig ég tel það einu góða að geta boðið upp á mjög fjölbreytta stærð af íbúðum. Hins vegar varðandi byggingarreit í suðaustur af núverandi Víðihlíð hefði svo sem alveg mátt skoða, ég get svo sem að tekið undir það hjá Páli. En eins og sviðstjórinn segir, skipulög er ekkert eilíf, það er alltaf verið að breyta þeim til og frá. Nefndin væntanlega farið yfir þetta hvort það ætti að vera byggingarreitur í suðaustur frá Víðihlíð og komst að því í bili að gera það ekki. Ég get alveg tekið undir með Páli, ég hefði kosið að það væri byggingarreitur. Og það er svo mikið stórmál að laga það eða viljið fyrir hendi í sjálfu sér. En þá var náttúrulega nefndarinn að koma tillögu þar við höfum alveg vald til að breyta því ef við viljum. Það vantar ekkert upp á það, en ég verð gaman að heyra hvað aðrir segja þetta mál. Takk fyrir. Já, takk fyrir það, Guðmundur. Kristín Marja, gjörðu svo vel. Þetta er gert. Forseti og bæjarfulltrúar. Já, mér finnst þetta nú ekki jafn slæmt og honum Páli og fagna því eins og Ásrún að hér sé komið deiliskipulag fyrir Víðihlíð. Við erum búin að bíða eftir þessu lengi og þetta er búið að vera lengi í bígerð. Við ræddum það hérna áður að mögulega værum við með svolítið margar íbúðir sem eru mjög stórar og ég spurði að því hvort að það var eitthvað sem væri algjörlega niðurnjörf og að væri hægt að breyta kannski seinna og það er eitthvað sem við hljótum að geta skoðað. Þannig hefur nú aldeilis komið inn að borð til okkar áður að það sé að stærðum íbúða sé breytt. En ég held að ég treysti náttúrulega nefndinni í því sem hún hefur verið að gera og mér finnst hún hafa skilað þessu góða verki. Ég setti smá spurningamerki við þennan vinkil sem við vorum búin að tala varðandi skjólið fyrir áttinni og ég sé að það er ekki byggingarreitur þar niður þannig að það verður hægt að koma í kring ef ég skil þessa teikningu rétt. Það er svona það helsta sem ég myndi kannski gera athugasemdir við á þessu skipulagi. Annars erum við með deiliskipulag sem býður upp á fjöldan allan í nýjum íbúðum. Líka viðbyggingu við Víðihlíð, þannig að ég held að við þurfum svo sem ekkert að fara að hafa áhyggjur kannski í náinni framtíð og við væntanlega tökum upp þá þetta deiliskipulag aftur ef að það fer að kreppa verulega að svæðinu og reynum þá að auka við magnið. En ég ætla að bara hrósa þessari vinnu. Mér finnst við vera með úrval af mörgum íbúðum sem eru ólíkar stærð, 70 fermetra íbúðir, 90 fermetra íbúðir, 80, 120 og svo 105. Þannig að það ættu örugglega allir að finna eitthvað við sitt hæfi.
En eins og ég segi, þá finnst mér aðalega að vera þarna vinkillinn sem við töluðum til þess að mynda skjól. Takk. Takk fyrir það, Kristín María. Páll, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Já, sko, það má byggja þarna eins stórt og menn vilja kannski. Ég leit bara ekki þannig á þetta að við værum að skipuleggja þannig hverfi að menn gætu byggt þarna eins stórt og þeir vildu. Land er dýrt og skipulagsvinna er líka dýr. Þannig að það segir sér bara sjálft að hvort þú ert með 120 fermetra íbúð eða 70 fermetra íbúð, þú hlýtur að koma talsvert fleiri íbúðum, 70 fermetra íbúðum á sama svæði til að stytta vegalengdina þá að þjónustu kjarnanum heldur en 120 fermetra. Þannig að það er bara það sem ég er að meina. Að fara að spandera lóð sem er nógu stór fyrir 120 fermetra og svo bara byggja allir 70 fermetra. Er það ekki bara bruðl á peningum? En það er kannski bara svo mikið til á peningum í Grindavík að það þarf ekki að spá í það. En látum það nú vera. Þessi bygging þarna núna, sko, ég gerir mig alveg grein fyrir því að það er hægt að skipuleggja eitthvað seinna, en þessi stubbur þarna, hann náttúrulega eyðileggur það að það komi bygging þarna þvert á sem myndar skjól bæði ofan við og neðan við. Þannig að þessi sá möguleiki bara farið með þessu. Það þýðir ekkert að fara að byggja eitthvað ennþá austar. Þarna var séns að byggja og hana nú. Þarna var séns að byggja sko bæði þarna hagstæðar byggingar á 2 hæðum sem eyðileggja ekkert útsýni, hefði rúmast margar íbúðir og gert skjól í leiðinni. Við sko, eins og ég sagði áðan bara, við sem erum búin að búa hérna, við vitum bara hvers virði skjólið er. Þannig að, og það sé ekkert spáð í það, ég bara er bara að lýsa vonbrigðum með það að menn hafa ekkert spáð í það. Þó að það hefði verið sérstaklega beðið um það hérna á bæjarstjórnarfundi, að þá var bara ekkert spáð í það. Það er bara haldin áfram bara bein stefna þarna upp í vindinn, beint upp í suðaustanáttina. Þannig að það er strengur beggja vegna við, bæði norðan við og sunnan við. Og svoleiðis verður það bara áfram. Takk fyrir það, Páll. Ég var búinn að setja sjálf á mig á mælendaskrá. Já, sko, eina sem ég hef áhyggjur af þessum enda þarna, hann kom með þannig að byggingareiturinn nái utan snúningi sem við erum að hugsa með þessum íbúðum. Ég veldi fyrir mig hvort það sé nógu stór. Og akkurat með þessum snúningi og þessum fláa þarna, þá ertu að fá skjól fyrir suðaustanáttinni. Þá kemur það inn í. Hvort að það hefti áframhaldandi byggingar út frá þessu, það sé ég ekki alveg fyrir. En þetta er ákvörðun sem er búið að taka að fara þannig í endan. Og í framhaldi af þessu, ég hef svo sem bara ég get tekið undir með Palli og með stærðirnar á íbúðunum. Ég er svolítið sammálaðið þar, hversu stórt á að byggja, en fyrst og fremst á fólk náttúrulega að hafa svolítið val. Við erum ekki að tala 200 fermetra hús. En fólk á að hafa eitthvað val, en það má alveg stilla því í hóf og ég tek undir það að lóðir eru dýrar og þetta kostar fjármagn. En þarna í endanum, eina sem ég hef ágjörð af, það er endinn, en ef að það verður byggt eins og við höfum verið að vinna í nefndin og komist að þá myndast þarna gott skjól fyrir þessum áformum. Hvort að þetta sé nógu langt hugsað, Páll, veit ég ekki, en þetta er allavega það sem við tölum að gera og ætlum að gera. Jónarur, gjör svo vel. Jú, þetta er réttur. Byggingareiturinn er hérna órans. Það er stærri hans. Ok, forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Ég með
langar að nefna henni saman til stærðina íbúðunum. Ég heldur við erum svolítið líka að hugsa til framtíðar með það því að í dag verður fólk eldra og í dag fólk að eignast börn seinna heldur en gerði. Og fólk að eiga börn alveg rúmlega 40 og jafnvel hátt upp í 50. Og rúmlega 60 manneskja getur þessu nátt úlning á heiminu og jafnvel 2. Þannig við þurfum alveg að gera ráð fyrir að þegar fólk fyrir á þetta svæði það geti kannski þurft 1-2 barnaherbergi með. Þannig við þurfum að hafa möguleika á stærri íbúðum. Það náttúrulega, ég tala 120 fermetra, ekki tala stærri en það. Það stutt í hann þaðan. En þannig að, og það enginn sem segir líka, það ekki sem segir að fólk get ekki byggt hana þótt að sé ekki komið á hana eftirlaunaaldurinn, þannig að þetta náttúrulega bara þannig byggingasvæði. Og en ég sammála því sem komið að gera teikningu þannig að hún fara niður á Austurveginn eða svona í áttina þar. Og ég held að það verði að vera núna strax innan deiliskipulaginu af því að ég held að seinna meir, ef við gerum það ekki og ætlum að fara að bæta við, þá komu athugasemdir hjá fólkinu sem er búin að kaupa sér íbúðir í fjölbýlishúsinu þar við hliðina á að það sé búin að missi útsýnið til suðvesturs. Ég held að þurfum nefnilega alveg að vera búin að setja þar inn af því það gæti komið athugasemdir seinna meir. Það sé allavega sá möguleiki fyrir hendi. Já, takk fyrir þetta Jón Rut. Kristín María, gjörðu svo vel. Forseti og bæjarfulltrúar og gestir. Ég var svolítið hugsi að því að það nú ekkert svo langt síðan við vorum að taka þetta deiluskipulag fyrir hérna á bæjarstjórnarfundi þar sem kom alls konar hugmyndir og við vorum svona að velta fyrir okkur bæði með bygginguna sem var þarna að byrgja sýnina fyrir núverandi byggingu ásamt stærðum og íbúðum sem að eru komnar inn á skipulagið að skortir eitthvað á upplýsingaflæði milli bæjarfulltrúa og nefndarmanna kannski. Þurfum við kannski aðeins að vera meira á tánum þegar verið að fjalla mál og fylgja þeim kannski betur eftir. Að við séum ekki allt í einu bara, heyrðu, hvað er þetta eiginlega? Við þurfum kannski líka bara svolítið að vera með á nótunum hvað eru okkar fulltrúar í nefndunum að gera og eru þeir að tala okkar máli. Nú er ég bara að tala okkur bara sem heilt. Að við þurfum líka að passa upp á þetta. En ég líka á því að hef sagt það, ég meina að þetta er búið að taka tíma og deiliskipulag þau taka tíma einmitt af því að við viljum vanda okkur. Þetta það fylgir þessu svolítið ábyrgð að gera þetta vel og vera ekki að hugsa til skamms tíma og ég held að þetta sé akkurat málið það sem að Jón Rut var að segja að við getum lent í ennþá meiri vesinni ef við ætlum að fara að koma einhverjum reytum upp seinna að þá munum íbúar kvarta. Þeir sem eru búnir að fjárfesta og hafa kannski ákveðið útsýni að þeir munu kannski ekki sætta sig við hvað sem er. En svo ég fá að spyrja þig bara Ármann, núna erum við komin svolítið seint í ferlinu og ætlum að afgreiða það ef það eru komnar athugasemdir og við viljum eitthvað endurskoða það sem samanber það sem hefur verið rætt á þessum fundi. Stækka byggingarréttinn hérna? Já, ef við viljum gera einhverjar breytingar, ef það er vilji fundarins, þá þarf þetta að fara eitthvað aftur fyrir nefndina, það ekki? Já, nefndina, já. Byggingarnefndina, nei, skipulagsnefndina. Já, ég er svona nokkuð sem að það þyrfti að auglýsa skipulagið aftur. Það þarf að auglýsa aftur, já. Ok, það er bara gott að við séum öll með á nótunum hvað gerist ef við viljum gera breytingar. Þannig að, og með við þá sem að hafa talað hérna, þá finnst mér svona ekki að vera mikill vilji fyrir því að þetta sé óbreytt. Ég til dæmis svo ég tali fyrir mig, það hefði verið hægt að redda þessu með auknu magni við Víðihlíð með því að setja bygginguna í meiri vinkil og fá þar með skjólið, alveg svo við töluðum á síðasta bæjarstjórnarfundi. Þannig að já. Já, takk fyrir það, Kristín María. Orðið er laust. Magnús Andri, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarstjórnargestir, þessa spurning með stærð á þessum íbúðum 120 fermetrar hafa þær 12 stykki, ég get ábyggilega við 8 stykki eða 10, það er svo sem ábyggilega matsatriði bara hverju sinni. Ég held að varðandi þess að Palli var að tala og Jón Rut varðandi vinkilinn, að fá skjóli, það held ég sem nú bara mikilvægt atriði. Og
og einmitt að drífi því frekar núna heldur en að fara að gera það eitthvað seinna og eiga kannski vona einhverju veseni. Og þó að þeir þurfa að auglýsa það hérna þá tækir það einhver tíma en það ekki bara búið að vinna þá vinnu? Já, ef ég mætti leiðrétta það kannski, að það er ekki öruggt að við þyrftum að auglýsa aftur. Við gætum rökstutt okkur náttúrulega frá því. Við erum þá búin að taka út hellingsbyggingamál. Ég þarf ekki að lofa eitthvað Skipulagsstofnun segir, sko. En það er alveg möguleiki að við gætum rökstutt okkur frá því að auglýsa til það. Gerum kannski ráð fyrir að þurfum við kannski að auglýsa það aftur en það tekur einhver tíma en það er ekki betra bara að gera það í startinu heldur en að vera að vinna það aftur setna mér. Var Skipulagsstofnun búin að samþykkja þessa byggingu verið fram? Nei, við erum ekki búin, skipulagið er ekki búin að fara til Skipulagsstofnunar. Já, Skipulagsstofnun. Núna, segjum að það er samþykkt núna, þá myndi ég senda þetta til Skipulagsstofnunar og óska til leyfi til að fá að auglýsa þetta. En að gera breytingar eftir auglýsingu er svolítið vandasamt. Við erum búin að taka út stóran byggingarreið og þá á móti myndum við þá stækka þennan hérna niður og við erum þá ekki að umbylta öllu skipulaginu. En þetta er þá bara mat Skipulagsstofnunar. Og ég get ekki svaraði hvor megin það liggur en það er ekki störugt. Það myndast þetta af skjól hérna við í Hlíðum. Við leggjum mikið upp á skjóli og sérstaklega Palli. Við veitum alveg hvað hann býr sko. En ég held að sé hérna bara til stærðar íbúðum. Þetta er náttúrulega bara nauðsynlegt að hafa fjölbreytni í því. En hvort það sé þetta magnið sér rétt, ég veit það ekki. Svo stengja okkur. Takk. Takk fyrir það, Magnús. Einhver gleymdi gleraugunum hérna? Guðmundur, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Varðandi stærð og húsnæðis þá eins og sviðsstjórinn sagði hér áðan þá er heimilt alltaf 120 fermetrum. Það þarf ekki vera það stórt. Það verður ekki byggt það stórt nema það seljist vegna þess að bæjarinn ekki fara að byggja þetta. Þannig að ég sé enga ástæðu til þess að við þurfum að stoppa það að verði á skipulagi 12 íbúðir alltaf 120 fermetrum. Væntanlega verða ekkert byggðar ef fólk vil ekki kaupa, en ef fólk vil kaupa þar þá er ekkert að ég að hafa þær þarna. Þetta er sama rök eins og að bjóða ekki upp á 120 fermetra íbúðir annars þar í bæjarfélaginu. Þannig að ég finnst lítil rök að fara að stoppa stærð íbúða. Þetta er alltaf þessari stærð. Varðandi þessar hugsun að stækka byggingarreitin í suðaustur eða söður frá austurhlið getið tekið undir að vísa þessu til nefndarinnar til að skoða þann möguleika. Mér finnst ólíklegt í sjálfu sér að skipulagsnefnd muni, eða skipulagsnefnd heldur skipulagsstofnun muni stoppa það vegna þess að við erum búin að taka út heilt hús, miklu stærri byggingarreit. Og skipulagsstofnun er ekki ennþá búin að fá til umsagnar. Þannig að það þyrfti ansi sterk rök hjá þeim til þess að hafna því í raun og veru því við erum eingöngu að stækka annan byggingarreit. En það verður þá bara komið ljós, en ég get tekið undir það beinast til nefndarinnar að fara yfir þetta og athuga með stækkun á byggingarreit í suður. Takk. Já, takk fyrir það, Guðmundur. Páll, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Nei, ég ætla nú ekki að fara að stoppa þetta ferli út af einhverjum stórum og rúmum lóðum. Það er nú öðru nær. Ég var svona bara að nefna þetta bara svona að þetta lúkkar einhvern veginn ekki vel og hefði mátt fara betur en auðvitað fagnaði þessu deiliskipulagi að það skulle vera komið og ég vil nú kannski síst vera til þess að vera að tefja þetta ferli eitthvað. En það sem ég er í rauninni bara að segja er að þessi stóri byggingarreitur sem var þarna sunnan við, að mér finnst svolítið skrítið að hann sé bara allt í einu þurrkaður út og sé engin þörf á honum. Þannig að sko ég er ekkert viss að það komi einhver athugasemd frá Skipulagsstofnun eða sko það er ekki eins og við séum að bæta einhverju byggingarreit, einhverju ægilegu byggingamagni inn á þetta svæði eða þennan reit. Við erum í því tilfelli hefði bara verið að færa byggingarreit til. Þannig að það er stórmunur á því hvort að menn eru að bæta inn einhverju byggingamagni eða færa til byggingarreit eða hvað við viljum kalla þetta. Þannig að ef
ef að það væri hægt án þess að fara að tefja málið eitthvað mikið, og ég veit ekki svo sem hvað það myndi tefjast þótt að færi 1 mánuð, en ég held að ef við viljum hafa þetta einhvern veginn öðruvísi, þá sé það bara tíminn til að gera það. En ef að menn eru bara sáttu við þetta svona, þá náttúrulega bara gerum við þetta svona. En eitthvað eftir á, að fara að breyta sig eitthvað eftir á, það er það sem maður er alltaf smeykur við, og þá eru komnir einhverjir íbúar sem að kvarta eins og Kristín Marja talar um. Þannig að ég er ekkert viss að þetta sé einhver stór breyting, þó að þessi byggingarréttur sé bara færður. Þannig en ferlið, en síst vil ég nú vera til þess að tefja þetta mikilvæga mál að hefjast handa við að stækka Víðihlíð. Já, takk fyrir það, Páll. Orðið er laust. Sjálfur var ég á mælendaskrá hvort að þessi reitur hafi verið felldur þarna út eða ekki. Þetta hef ég ekki alveg skoðun á. Kannski er það vitleysa, kannski ekki, en það er nú eitthvað sem við getum breytt. En eins og ég segi, lýsti ég áðan, ég hef áhyggjur af endanum. Ef að þá að fara að tefja einhverja framkvæmdir og áætlanir viðbygginguna þarna á suðurendanum, að sem sé að við getum ekki stækkað hana byggingarrétt miðað við það að við séum að taka, ég veit nú ekki hvað þetta er í gráðum, sem sé beygjan þarna til þess að skapa skjól fyrir innan og gegn suðaustanáttinni. En það er svona eina sem ég hef áhyggjur af í þessu, að ef að það myndi tefja eitthvað verkið, að þyrfti leyfi skipulagsstofnunar. En svo getur vel verið, eins og menn hafi lýst, að hún fær kannski ekki gera athugasemdir við svona minniháttar breytingur þegar það er búið að taka svona stóra reit út. Fyrirspurning sem þetta gjör svo vel, Kristín Marja. Næði það inn á bæjarstjórnarfundi næsta til afgreiðslu ef þessar breytingar eru gerðar þá? Nei, við getum líka samþykkt þetta með áorðnum breytingum, sko. Og ég geti látið gera breytinguna, en þið viljum væntanlega taka það fyrir aftur. Þannig að, jú, þið myndum bara fala okkur að skipulagið aftur til vinnslu og við myndum setja aftur í nefndina. Við myndum þá taka fyrir með þá stærri byggingarreit í þessa átt, þegar ég veist ykkur rétt, að hann víkki bara hérna niður. Það sé það bara ágætlega rúmur. Svo takk ég það fyrir og samþykki þá, á næsta bæjarstjórn. Þannig að það er einhverjum frestustu mánuði. Og ég geti þá verið búinn að hlera skipulagsstofnun með það. Hversu mikil áhrif þetta hefur. Orðið er laust. Ef það er ekki fleiri, þá berum við þessa tillögu skipulagsnefndar upp til atkvæðagreiðslu. Nei, þið eru með breytingu. Að fresta og þið, fyrirgefið þið. Þessu er komið til skila. Og við höfum tíma. Tillögum að fresta og þeir sem eru því samþykkir, kjörsvölur réttubönd. Það er samhljóða. Já. Þá förum við í 4. mál, mælistöðvar á Reykjanesi. 3. eru að fara yfir hérna, já. Það er 3. við tökum þá undan 4. Það er 3. mál, Gamli bærinn, deiliskipulag. Tillaga deiliskipulagi Gamla bæjarins tekið fyrir eftir auglýsingu. Alls bára 4 athugasemdir frá almenningi og umsagnir bárust frá Minjastofnun, Vegagerð og Umhverfisstofnun. Skipulagsfulltrúi leggur fram drög að svörum og viðbrögðum við umsögnum og athugasemdum. Skipulagsnefnd leggur til við bæjarstjórn að deiliskipulagstillagan verði samþykkt og að sviðsstjóra verði falið það til fullnaðarafgreiðslu samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og að svara þeim sem gerðu athugasemdir samanber drög sem voru lögð fram. Orðið er laust. Þeir sem eru, Guðmundur, gjörðu svo vel.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ágætu gestir. Þá loksins komið kannski endanút á deiliskipulag Garðabænum og að vinna þó nokkuð tíma og fara í gegnum langt ferli. Það ein athugasemd sem ég vilja gera sem ég veki athygli á, það þessar lóðir að Víkurbraut 3A og B sem ég finnst að komið ansi nálægt iðnaðarsvæði þar sem eru fiskvinnsla og fleiri athafnasvæði. Við verðum að gera okkur grein fyrir því að það verður að færa íbúðabyggð nær þessum stöðum. Það þýðir það í framtíðinni að það munu koma kvartanir. Þegar við verðum að færa íbúðabyggð nær atvinnusvæði, þá verðum við að gera standa klára því að við erum ekki að hrekja athafnasvæðið í burtu, heldur þeir sem að þar byggja muni gera sér grein fyrir því að þarna iðnaðarsvæði. Ég hefði frekar viljað sjá þessa byggingar reyti ekki á þessum stað. Mér finnst þetta óþægilegt þegar við erum að færa íbúðabyggð of nálægt iðnaðarsvæðum, athafnasvæðum, en það bara við stöndum klára á því að það munu væntanlega í framtíðinni koma kvartanir hvort sem við verðum hér eða ekki. Takk. Takk fyrir það, Guðmundur. Orðið er laust. Páll Kjölsvöld. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Ég fagna þessu að það skuli nú sjá fyrir endar á þessari dýru skipulagsvinnu og þessari bara flottu vinnu þarna með gamla hverfið. Og ég bara treysti því að menn verði stífir á að fylgja því skipulagi líka. Að menn verði stökkvi ekki til ef það komi einhverjir þrýstihópar. En mér minnist þetta þegar við héldum fyrsta fundin upp í hópskóla þessi málefni, svona borgarafund. Þá kom Sturla Böðvarsson, var gestur fundarins og varaði okkur sterklega við því að við yrðum fyrir miklu þrýsting. Það myndi koma alveg örugglega að koma einhverjum byggingum inn sem ekki passa inn í skipulagið. Þannig að við þyrftum að standa fast í lappirnar þegar að því kæmi. Og ég treysti því að svo verði. Nú, það náttúrulega iðnaðarhverfið þarna nálægt og ég tek undir þær athugasemdir sem hafa komið hérna fram að ég aðeins fannst kannski óþarfi að vera með vera að teygja okkur aðeins nær þessu iðnaðarsvæði sem í uppbyggingu. Því þessi fyrirtæki eru í vexti sem þarna eru og hafa verið að sækjast í að stækka sína lóðir. Þannig að ég held að þetta sé svolítið galli en það er ekkert gallalaust í lífinu, þannig að ég ætla nú ekki að fara að stoppa þetta á þeim forsendum. Hraðahindranir náttúrulega við þurfum að það og þungaflutninga hérna í gegnum þetta hverfi. Við þurfum náttúrulega að huga því. Það er hlutur sem við verðum bara að taka á. Að beina þungaflutningum þá frá þessu iðnaðarsvæði þarna einhvern annan veg heldur en hann í gegnum gamla bæinn. Þetta nú nánast eins og hraðbraut svolítið þarna niður þessa götu og talsvert kvartað yfir hraða. En ég held við getum bara verið stolt af þessari vinnu að það var ráðist í þetta fyrir ég veit ekki hvað mörgum árum að byrja á að skipuleggja þennan bæ. Ég ætla ekki að fara að rifja upp hvað þetta búið að kosta, en árangurinn vonandi verður hérna okkur til fyrirmyndar. Já, takk fyrir það. Kristín. Já, forseti og bæjarfulltrúar og gestir.
Já, mér finnst gaman að sjá þennan afrakstur af vinnu sem hefur búin að taka nokkur ár. Byrjaði á íbúafundi í Hópskóla, síðan var kynning á skipulaginu hér í gamla bókasafninu við hliðina á okkur og fólki hefur gefist kostur, fólki og fyrirtækjum, að koma með athugasemdir og það er aldrei þannig í svona ferli að það sé hægt að verða við öllum athugasemdum. En þessi athugasemdir sem að Guðmundur kom með þessar lóðir þarna 3A og B, jú, þær eru nálægt, en ég held að það sé líka alveg ljóst að þegar þú ákveður að fjárfesta í lóð eða ætlar að byggja upp á lóðinni að þá ætti þau að liggja nokkuð ljóst fyrir hversu nálægt þú ert iðnaðarsvæðinu. Ég get alveg samþykkt þessar lóðir þarna fyrir mitt leyti af því að ég held að það liggi nokkuð ljóst fyrir bara þeim sem hefur áhuga á að búa þarna í hvað umhverfi þú ert, en það er búið að taka út alveg hellinga lóðum líka. Það voru athugasemdir sem að við varum að þétta gamla bæinn allt of mikið og það er búið að taka út þarna lóðir af túninu stóra fyrir framan eða bak við garðhús og já, bara víða á svæðinu. Þannig ég held að þetta sé mjög gott af þessi þétting sem hefur orðið. Mér finnst við hafa gert þetta vel, fólk hefur komið með athugasemdir, en ég held að það geti bara verið akkur í því fyrir þá sem að fyrir eru að svæðið verði í framtíðinu svona eins og við höfum lagt upp með þessu skipulagi. Þannig að ég, svona fyrir mitt leyti, líst mér bara mjög vel á það sem að liggur fyrir þessu fundi. Takk. Já, takk fyrir það, Kristín María. Orðið er ljóst, eru fleiri. Ef svo er ekki, þá berum við til atkvæðagreiðslu tillögu skipulagsnefndar. Þeir sem eru samþykkir þessu skipulagi, gjörðu svo rétt upp hönd. Það er samhljóða. Þá er það fjórða mál. Mælistöðvar á Reykjanesi. Gjörðu svo vel, Magnús. Í Kirkjustíginn, fyrir að þær byggingar sem voru 24, það er gjá sem kemur þarna, var alltaf verið neðan Kirkjustíginn, fyrir neðan ofan og það. Er þetta hvort þessar lóð koma þær inn á gjáðu? Ég held að það hafi verið teknar út, þú getur kannski svarað þessu árum. En það var búið að setja lóði bæði þar og eins á skolplögnina á Vesturbraut. Það er búið að taka það út. Ég fékk til liðsmöður fyrir fundinn Brynju Dögg frá Eflu sem er búin að vera að vinna við skipulagið alveg frá byrjun. Ég var að koma að þessu, ég er alltaf að byrja hér 2013, þá var þessu vinna komin langt á stað, þannig að ég fæ smá hjálp frá Brynju. En er það ekki rétt að sprungurnar eru? Já, það eru hérna. Þessar grænu hérna? Nei, þetta græna eru fornleifar sem var bætt inn og upprætt af því að það var mikilvægt að fólk liggja stundum sem staðar inn á lóðum og það er mikilvægt að fólk gerir sér grein fyrir því þegar að þá fær lóð hvar fornleifarnar liggja. Breyttum meðal annars byggingarættum hérna til þess að færa frá fornleifum. En sprungurnar liggja sem sagt hérna neðan við, held ég geti alveg örugglega sagt ykkur, en það lóðina liggja ekki inn á sprungusvæðinu, því sem er þekkt. En við erum náttúrulega líka í Grindavík og ég ekki svari fyrir að það sé búið að kortleggja þetta allt saman, en þetta svæði er náttúrulega verið meira og minna nýtt frá öru og alda. Og ég held já, en það er ekki, byggingaréttinir hérna eru ekki inn á sprungusvæðinu. Sprungur lága þetta meðan Kirkjustíg 7. Sem er hér. Já, lága það niður að. Ég held að liggi svona, en það er ekki rétt. Já, að lága þess að hafa þess. En það ég man ekki nákvæmlega hvað það liggja, en ég veit að það voru inn á teiknigrunninum sem við vorum að nota og ég sett það sjálf þar inn. Þannig að það er alveg á hreinu að það er ekki lóðir inn á sprungusvæðinu. Þekktum. Ég fann eina sprungu í garðinu með mér þegar ég var að grafa svona daginn. Þetta er víða. En það er líka eiginlega allar lóðirnar sem voru hérna megin á svæðinu voru teknar út. Það var meðal annars bæði út af fornleifum, út af athugasemdum, fólki hugnaðist það ekki og og frárennslis. Já, og frárennslislögnum og slíkum. Já.
Sáttur? Takk fyrir þetta. Þá lokum við því máli og höldum áfram með 4. mál. Mælistöðvar á Reykjanesi, umsókn framkvæmdaleyfi. Ísor óskar eftir framkvæmdaleyfi fyrir uppsetningu á 6 jarðskjálftamælum við eftirfarandi staði. Er að ræða svokölluð fónstaði og þessar 6 eftirfarandi staðsetningar eru austan við Lágafell, skammt frá Árnastíg, austan við Sundvörðuhraun, skammt frá Árnastíg, við Rauðhól, vestan við Eldvörp, í Lágum, austan við Þórðarfell, við Borgarfjall, skammt frá Sandkraðastíg og í Litlafelli, í Litla Skógfelli. Þetta eru þeir 6 staðir sem ræður. Erindinu fylgir greinargerð, dagsett þann 1.2.2016 því að vera með þau gögn. En skipulagsnefnd leggur til við bæjarstjórn að framkvæmdaleyfi verði veitt með fyrirvara leyfi landareiganda og gerð verði grein fyrir hvernig uppsetning fer fram án þess að utanvegaakstur eigi sér stað. Orðið laust. Já, þarna Má ég koma með fyrirspurn bara á... Gjörðu svo Kristín María. Bara svona framhaldið af því sem við vorum að ræða síðast, sko. Þetta er náttúrulega töluvert fjarri íbúðum, sko. Já. Þannig að það kannski minna fólk bara að setja það fyrir sig að þetta séu einhverju mælar. Ég meina, við erum með loftnet og næsturinn á þetta allt. Já, og þú tala bylgjurnar sem kom frá. Þær eiga að vera inn á því sviði að þær hafa engin mælanleg áhrif á þær bylgjur sem nú þegar í loftinu. Og þetta eru Wi-Fi bylgjur bara eins og þeir eru heima að þeir. Guðmundur, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, ég vil nú fagna þessu framtaki því að með því að setja upp hér fleiri jarðhitamæla þá er verið að krossleggja ennþá betur skriðið á landinu hér í kringum okkur og þar af leiðandi hvar mögulega sprungur getur opnast eftir eldgos kæmi. Þannig að ég held að þetta sé eingöngu jákvætt fyrir okkar samfélag til að fá ennþá betur upplýsingar hvernig jörðin er að haga sér hér í túnfættinum okkur. Takk. Takk fyrir það, Guðmundur. Orðið er ennþá laust. Páll Kjörnsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Já, ég fagna þessu líka, þessari vöktun hérna í kringum okkur og kannski Ármann fræði okkur það hvort að þetta séu ekki líka mæla sem mæla jarðsíið. Því mér skilst að það sé bara drjúgt landsig hérna sem við sökkum svona hægt og rólega hérna að vestanverðu hérna ofan í hafið á meðan þeir hækka fyrir austan. Þannig að er þetta ekki einhvern veginn þannig mælingar í þessu líka? Jú, það er X-Usulon og Z-ás. Z-ás er þá upp og niður. Þannig að hvað við sökkum hratt niður kannski? Hækkuðu upp á nýju höfnina. Takk. Það verður það bara nú orðið er laust. Og ef það er ekki fleiri sem að þessi ljós þá berum við tillögu skipulagsnefndar upp þeir sem eru samþykkir. Svo er þetta aðeins samhljóða. 5. mál, umsókn byggingarleyfi, Austurvegur 1. Grindavíkurbær sækir byggingarleyfi fyrir nýrri suðurhlið á Austurveg 1. Erindum fylgja tekníkar unnar að batteríinu, arkitektum, merktar 1533, frumdrög þann 22.2.2016, skipulagsnefnd leggur ríka áherslu á að gluggakerfi standist álagskröfur. Skipulagsnefnd samþykkir byggingaráformin. Orðið er laust. Ég kannski fæði að lýsa þessu aðeins. Já, gerðu svo vel Ármann, hún kannski myndir aðeins. Sko, það voru alltaf ekki komið fram svona 4 tillögur frá arkitektunum og þetta var endingin hjá þeim. Það var flettir á næstu síðu
og næstu. Þetta er sundlaugin á ferð tilbaka. Þetta er sundlaugin í Hafnarfirði sem svona smá fyrirmynd. Það eru sömu arkitektar að henni og hér. Og fyrir næstu síðu. Þá er þetta sama kerfið og hér, núverandi, og framan á íþróttamiðstöðinni. Það þá gler á næstu hæðinni og pólíkarbonat á efri hæðinni. Pólíkarbonatið það sama og efnið og í þessum, hérna í tengibyggingunum. Það þá mjólkurlitað, þannig að það kemur smá birta í gegn, en ekki of mikið. Það kemur nýr klefi utan vörðinn, þannig að hann á að sjá í 180 gráður alveg, út allt útisvæðið. Og þetta í rauninni bara endurbygging á allri suðurhliðinni. Hvernig tólu þessi höfnum við fjárhagsáðum? Akkúrat á pari. Með hönnunarkostnaði og öllu þetta 27 milljónir. Þannig að þetta bara akkúrat á pari. Það var pælingið að hafa bara glervegg, sko. En þeir vildu bæta inn vindgrindunum. Vindgrindurnar eru þó að það sé yfirleitt austan. En þeir vilja meina það að þetta stoppi hvirflamyndun inn í portinu. Að vindgrindurnar taki á sig þessa hvirflamyndun. Já, en fyrsta áætlunin, það sem gert ráð fyrir gleri í öllu, þá vorum við yfir áætlun. Þá börjuðu þeir að fara á að setja pólíkarbonatplöturnar hérna á efri hæðina. Þessum að það ódýrara. Þá kemur kostnaðurinn niður og passara við fjárhagsáætlun. Má ég spyrja, er hægt að fara í þessi framkvæmd með fulla starfsemi í húsinu eða hvernig? Nei, alls ekki. Liggur það lengi meira? Já, og framkvæmdtíma svona alltaf 6 vikur. Já, ég gerir ráð fyrir því að við náum að semja við Geimheilsu eitthvað svona framlengingar á kortum og reyna að vinna þetta í samráði við iðkendur. Því að öll hliðin verður í rauninni bara tekið niður. Það verður bara bitað með þetta. Það verður bara opið í gegn. Það bara gala opið inn í húsið bara í... Já, þeir vinna þetta væntanlega í einhverjum skrefum og hljóta að byrgja fyrr. Það var byrjað freysla. Já, ég held að gera það. Nálega. Já, takk fyrir þetta, Ármann. Já. Og skipulagsnefnd lagði ríka áherslu á að kerfin standist álagskröfur. Þess að þetta náttúrulega veðrahlið mikil og það hlut til ástæðan fyrir að við erum að skipta. Þetta er mjög leggur og við erum búin að reyna það sem við getum við að kýtta í samskipti og annað, en þá erum við í rauninni bara farin að eiga við loftunna í einangrunni sem ekki gott og það virkar heldur ekki, þannig að við erum bara, hliðin ónýtt. Það bara svona. Gjörsveig Róbert. Það var ekki góðir ámynda bara að draga úr útsýninni út úr þessum líkasættisölum. Það Páll Jóhanns eitthvað áður, við sem höfum búið lengi við þekkjum vind. Þeir sem hafa búið lengi þeir vita líka að það ekki sniður fyrir að mikið gluggum í Suðaustur. Já. Þetta var niðurstaðan. Þannig að... Ég er alveg sammála, þetta er ótrúlega mikið að leiði, sko. Alveg niður að góð, niður í höfðu. En þetta er klart. Það er ljósnumlótt. Já, þetta er samrýmist. Ég byrja sammála því. Akkur var ekki farið í þetta leið og húsa bara eitthvað í. Það var ekki til 4 metri fyrir. Nei, líklegast ekki. Og það laki ekki eins mikið. Það var þetta minna. Herðu, við skulum halda áfram. En þessi samþykkja tillögu skipulagsnefndar, Gjörsveig rétt upp hönd. Það er samhljóða. Það er 7. mál, umsókn byggingarleyfi Bakkalá 15C. Það hafa málið með sér. Stakkavík EHF óskar eftir endurnýjun á eldra byggingarleyfi fyrir 167,3 fermetra atvinnuhúsnæði við Bakkalá 15C.
Erindinu fylgja teikningar unnar af Verkfræðistofu Suðurnesja, dagsettar 03.08.2010. Skipulagsnefnd leggur til við bæjarstjórn að byggingaáform verði samþykkt. Skipulagsnefnd bendir á að byggingarleyfi eru gefin út af byggingafulltrúa þegar að öll hönnunargögn hafa borist. Orðið er laust. Þarna þetta var komið upp, byggingarreiturinn, ekki rétt? Þetta er hús Stakkavíkur, ekki sant? Já, þetta er baklóðin. Sjórinn er hérna. Og garðkirkjinn Báðum inn á þetta? Nei, hérna aðeins. Suður fyrir og norður fyrir. Hérna. Þarna og hinum megin líka. Það er inn á lóðina. Já, gert ráð fyrir aðkomu hér þakka deiliskipulagi. Ég veit ekki hvort að hún verði nýtt. Var komið nafn á þessu kvöldu hana? Hólmarsson. Já. Hólmarsson. Það er komið nöfn á alla gögnar í Eiðarsundum. Þetta er hérna Hólmarsson. Minnir að það er. En það er ekki gert ráð fyrir aðkeyrslu að þessari lóð. Það gefur ekki kvöðu það strax að. Nei, það er hérna bara. Hún er hér og svo þessar tvær sem eru nú nýttar í dag. Og fyrir framkvæmdir innan byggingareits og hlýtur skilmálum skipulagsins að öllu leyti. Páll, gjörðu vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Nú, ég fagna því nú aðalega að losna við þennan skúr þarna af hafnarsvæðinu. Ef við skildar rétt á er þetta sá skúr sem er geymdur þar niður frá. Og ég bara, við treystum því bara að þetta hús veri gert þannig að lagað til þannig að sómi verði af og engin ástæð til annars en ætla það en aðalega fagnaði ég því að losna við það af hafnarsvæðinu. Já, takk fyrir það, Páll. Orðið er laust. Nú ef það er ekki fleira þá berum við tillögu skipulagsnefndar upp til atkvæðagreiðslu. Þeir sem eru þessu samþykkir, réttu bönd. Það er samhljóða. Mál nr. 7. Seljabót 1. Umsókn byggingarleyfi. Niðurrif. Skellingur HF óskar eftir byggingarleyfi fyrir niðurrif á hluta af fasteigninni Seljabót 1. Erindinu fylgja teikningar unnar af Vigfúsi Halldórssyni, dagsettar 27.02.2016. Skipulagsnefnd leggur til við bæjarstjórn að byggingaáformin verði samþykkt. Byggingarleyfi verði gefið út af byggingafulltrúa þegar fullnægjandi hönnunargögn berast. Orðið er laust. Það er þessi mynd? Það er þessi. Já, meðal hans. Það sést það á þessari? Nei. Aftur mynd hana. Hérna. Það séum við þessi. Grunnmynd, skoða það. Á þessi. Og sjáu þið breytinguna hérna uppi. Þetta er annars fyrir og þetta er eftir. Það er raunin bara að vera að taka helmingi í húsum. Þetta er svolítið borlíkjandi bara. Það er ekkert athugavert við það. Samir er vist skipulaginu á sjálfsögðu. Þess að það hefur verið að minnka byggingabankinn. Já, orðið er laust. Ég skilst að þessi þjónusta muni færast inn í Selbót 3. Já, ég spyrir hann. Nú ef það
Ef þetta liggur líka svona vel á borðinu þá bara tökum við þetta mál til atkvæðagreiðslu. Þeir sem eru samþykki tillögur til skipulagsnefndar, gjörðu svo rétt upp hönd. Það er samhljóða. Þá er komið að máli 8 og í raun og veru 8 og 9. Forseti leggur til að við frestum þessum tveimur málum. Orðið er laust það en forseti leggur þetta til. Guðmundur, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég tek mig undir það hjá forseta að fresta þeim til næsta fundar. Í mínum huga er ástæðan sú að þetta eru mál sem komið hérna fyrst fyrir 1,5 ári síðan og þegar ég ætla að kynna mér málin í fundargáttinu okkar þá gæti ég ekki opnað einn einasta tengil til þess að sjá hvernig málið hafði þróast síðan við tókum þetta fyrir 1,5 ári síðan. Þannig að ég í raun og veru veit það ekki, ég man það ekki, ég verð bara að segja satt frá. Þannig að ég styð þess vegna að forseta að fresta þessu bara til næsta fundar, þannig að við getum séð öll fyrri gögn og rifjað málið upp. Af hverju vorum að breyta, hverju vorum að breyta og af hverju. Þannig að mér finnst svolítið óþægilegt að get ekki kynnt mér sögu málsins frá því að kom fyrst fram. Það getur vel verið að þess að máli standa sé bara gott og gilt og ekkert það að segja. En mér finnst óþægilegt að geta ekki kynnt mér málin til þess að taka afstöðu til þeirra. Takk. Takk fyrir það, Guðmundur. Ef það er ekki fleiri sem að vilja hafa orðin þá tökum við atkvæðagreiðslu að fresta þessum tveimur málum, 8 og 9, og þeir sem eru því samþykkir, gjörðu svo rétt upp hönd. Það er samhljóða. Þá er það 10. mál. Daggæsla í heimahúsi. Tillögur eflingu þjónustu. Ingibjörg María Gunnarsdóttir skólafulltrúi fylgdi málinu eftir. Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn að eftirfarandi tillögur verði samþykktar. Það er tillaga 1. Grindavíkurbær samþykkir að greiða niður námskeið fyrir dagforeldra. Allir dagforeldrar í Grindavík sem starfa á grundvelli bráðabirgðaleyfa skulu eiga rétt á 100% niðurgreiðslu. Þetta var A-lið og B. Allir dagforeldrar sem sækja að fá leyfi til og með 31.12.2016 skulu eiga rétt til 100% niðurgreiðslu. C. Allir dagforeldrar sem sækja leyfi og fá frá með 1.1.2017 skulu eiga rétt á 50% niðurgreiðslu. Og í öðru lagi Grindavíkurbær samþykkir að veita árlega búnaðarstyrk að fjárhæð 50.000 til allra dagforeldra sem starfa á grundvelli almenns leyfis. Í þriðja lagi Grindavíkurbær samþykkir að veita aukna niðurgreiðslu 50% til þeirra dagforeldra sem gæta eigin barna. Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn að samþykktu verði viðauki að fjárhagsáætlun ársins að fjárhæð 700.000 sem komi til lækkunar á handbæru fé. Orðið er laust. Kristín María, gjörðu svo vel. Forseti og bæjarfulltrúar og gestir. Ég held að þetta sé mjög mikilvægt skref að við tökum til þess að reyna að mæta þeim vanda sem við stöndum frammi fyrir varðandi aðgengi að dagforeldrum og leikskólaplássum. Við tókum núna skref í haust þegar við opnum nýja deild við leikskólann Laut, að þá vorum við að vonast til þess að það myndi svona vera til þess að skera á hnútinn, en við erum ennþá í þeirri stöðu að það vantar dagforeldra og það eru biðlistar. Þannig að ég er mjög ánægð með þessar tillögur og við studdum það á síðasta bæjarráðsfundi þegar Ingibjörg Marín kom á fundinn til okkar og útskýrði fyrir okkur stöðuna. Þetta vonandi verður til þess að það verði auðvelt að koma börnunum fyrir á
til dagforeldra því að við erum líka búin að taka mjög gott skref sem við gerðum núna í upphafi kjörtímabils að greiða niður gjöld sem sagt þegar börn eru orðin 18 mánaða að þá borga þau ekki hærra en því sem nemur leikskólagjöldunum og það er nefnilega mikill verðmunur á milli þess að vera með barn hjá dagforeldri og síðan á leikskóla. Þannig að ég fagna þessum tillögum og finnst þær mjög góðar og vonandi sjáum við fram á betri tíð með litlum sem engum biðlistum inn á til dagforeldra. Takk fyrir það, Kristín María. Orðið er laust. Nú ef það eru ekki fleiri, þá ber ég tillögu bæjarráðs upp til atkvæðagreiðslu. Þeir sem eru samþykkir þessu, gjöru svolítið rétt upp hönd. Það er samhljóða. Ellefta mál, íþróttamannvirki. Áfangi 3, hönnun. Formaður bæjarráðs hefur lagt til að skipaður verði vinnuhópur sem fái það hlutverk að klára hönnun íþróttamannvirkis á grundvelli tillögu H. Hópur skal jafnframt útbúa verklýsingu og útboðsgögn. Verkefni hópsins verður að vinna fullnaðar hönnun, verklýsingu og útboðsgögn. Orðið er laust. Við þurfum að, já, það kemur hérna. Eftirfarandi hafa verið tilnefndir í starfshópinn. Það voru ekki breytingar. Nei, en það voru ekki breytingar á þeirri nefnd sem vann í hinu íþróttamannvirkinu að hálfu D eða G-lista, veit ég. En við getum svo sem talað Ásum. Gjörðu svo vel, Ásum. Við tilnefnum Gunnlaug Hreinsson. Og það aðrir eru Jón Emil Halldórsson, Atli Geir, Júlíusson, og kannski teljum við bygga, ekki Þórir. Já, og svo er það er svo sem ekki komið, en það voru þarna fulltrúi MFG, það var Guðmundur Bragason. Magnús Andri fyrir S-lista. Það er spurning með starfsmenn þurfa að vera 2 starfsmenn. Nú er það bara verk. Þú fullar hönnun verki í skólaðsöfni, það er ekki bara Ármanns, það er ekki nóg verið Ármann. Það er að vera með 2 bæði fastur og Ármanns. Ég held að það sé líka Hermann. Hermann var það. Hermann er í nefndinni, en ertu að tala um þá... Sem starfsmenn. 2 sviðstjóra. Já. Þetta er svo sem, já. Þetta er bara Ármann bara beitt. Að sé nóg að Ármann vinni með þessari nefnd. Já. Endilega, orðið er laust, tjáið ykkur. Kristín María, fyrirgefðu bara. Og Pabbi Jónsson næstu. Þú skulum bara reyna að halda upplýsingar hérna. Já, forsetið og bæjarfulltrúar. Við ákváðum að endurvekja þessa nefnd þar sem að hún hætti nú svo sem eftir að fjármagn til þess að halda nefndafundi kláraðist, en okkur þótti mikilvægt að hún kæmi saman og myndi svona aðeins stilla saman strengi sína út frá þessari tillögu sem ekki hafði verið formlega samþykkt að fara í. En síðan ætlum við náttúrulega ekki að hafa allt í gangi í einu eins og við tölum á nóvemberfundinum, og við ætlum að leyfa þeirri nefnd sem er núna að vinna með Ármanni, sem er sem sagt viðbyggingi við Víðihlíð, að vinna sitt verk og klára það, og þessi nefnd kemur síðan aftur saman eftir fund og hún kemur síðan saman aftur í haust.
Þannig að við séum ekki með allt í gangi á sama tíma. Það var nú búið að vara við því að við værum ekki að gera allt í einu. Þannig ég held að það sé mjög vel til fundið að við setjum þessa nefnd saman, hún stillir saman strengi sína og síðan geta þá nefndarmenn verið í sumar og meðtaka og hlera og svona afla sér upplýsinga eftir þörfum. Takk. Já, takk fyrir það, Kristmann. Páll Jóhann Björnsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, gestir. Það allt í lagi að kjósa þessa nefnd og hafa þá tilbúna þessa aðila. Ég vil taka undir með Kristínu Maríu að mér finnst nú alveg nóg að það sé eitt verkefni í gangi í einu og skulum bara klára það. Og þó við setjum svo þessa nefnd til þess að hanna þessa byggingu að þá vil ég svona bara vara við því að vera of bráð á okkur að fara að ráðast í þá miklu fjárfestingu. Það liggur nú fyrir að hafnarframkvæmdir munu kosta einhverjar bæinn eða höfnina einhverjar 400 milljónir núna næstu 3-4 árum. Nú við erum að fara að byggja í Víðihlíð og þannig að það er margt sem liggur fyrir. En það allt í lagi að fara að huga að þessu íþróttamannvirki og gott að það séu þeir sömu aðilar þá og allavega einhverjir sem voru í þeirri nefnd sem að kláraði þessi mannvirki sem við erum búin með þar sem við tengdum saman deildirnar. Og ég bara vona að þessir aðilar hafi lært eitthvað. Ég verð bara að vera hreinskilinn og segja að mér finnst þeir hafi staðið sig nógu vel. Þessir aðilar voru settir inn með það fyrir augum að þeir þekktu aðeins til í byggingabransanum. Og sú bygging, það verður bara að viðurkennast að það verður allt og margir gallar á þeirri byggingu þegar átt að fara að nota bygginguna. Og ég lít svo á að þessa nefndir sem við erum að skipa, að þeir séu í fyrsta lagi að vakta það að arkitektar og aðrir leiði okkur ekki í einhverja tóma vitleysu. Leiði okkur ekki í einhver flotteitt, heldur verði þetta hagstæðar byggingar sem hægt er að nota. Þessi gallar sem komu ljós þegar að tengibyggingin var tekin í notkun eru bara alveg ótrúlegir. Og þetta áttu menn bara að sjá. En við erum öll mannleg og ég bara treysti því að menn læra á reynslunni og fari í þessa byggingu eins og og leggi sig svolítið fram við það að huga hvernig nú verður í notkun. Bæði með þrif, nú rakstur bara og menn getur eins og dæmis annað þarna í þessari tengibyggingu, alveg ótrúlegir gallar bara. Og menn búin að vinna við þetta allt sitt líf að hafa ekki rekið augun í þetta fyrr, heldur en þegar átt að fara að nota bygginguna. Þannig ég treysti því að þetta ágæta fólk, það vandi sig og láti þetta ekki henda aftur að við séum að taka í notkun byggingar með svona augljósum göllum sem hægt er að sjá fyrirfram. Takk fyrir það, Páll. Orðið laust. Guðmundur, gjörðu svo vel. Fundarstjóri, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla nú kannski ekki að fara að verja þessi flottheit sem Páll Jóhann stóð fyrir hér á síðustu kjörtímabili. En mér finnst nú kannski pínu ósanngjarnt að kenna byggingarnefndinni það sem slíkri.
Auðvitað er byggingarnefndin leikmenn en ekki sérfræðingar. Við erum með eftirlitsaðila og byggingartæknifræðinga til þess að fara yfir þessi mál. Einstungu hér og þar eða niðurföll sem að greinilega er handvömm. Myndi ég kannski ekki til að kenna byggingarnefndinum, heldur þeim sérfræðingum sem eiga að vera til þess fróði. Að því sögðu ætla ég ekki að verja þá byggingu meir. Það sem að hér á að fara að byggja og nefndin á að huga að er íþróttasalur einfaldur og 2 bardagasalir. Stór geymsla neðri hæð þar undir. Það var svo mikið neitt flókin bygging. Við tókumst hér á hvort að nefndin ætti að fá fjármuni til þess að byrja hönnun á þessu ári eða næsta eða þarnæsta og endurinn var að byrja. Og ég tek undir með Páli að það er gott að byrja snemma og hafa tíma til verksins og vanda sig. Því að þessi bygging rúmast innan þeirra fjársáætlunar til næstu 4 ára sem búið er að samþykkja. Og eins og fjármagn til hafnarinnar. Þannig að þær framkvæmdir sem hér eru fyrirhugaðar rúmast allar innan 4 áætlunar, þannig að ég sé ekki því til fyrirstöðu að fara að stoppa eitthvað. Enda er það ekki ætlun okkar. Við viljum standa við það sem við lofum og þess vegna er þetta að fara á stað. Það er rétt, eins og Kristín María sagði hérna áðan, að hugsunin er að nefndin farin ekki fullt fyrir í haust. Því við erum með aðra nefnd í gangi fyrir stækkun og víðlíf. Það er forgangurinn í ár. Þar á eftir er það næsta stóra verkefni í sjálfu sér, þó önnur smærri verkefni séu vissulega þar á milli. En ég óska bara nefndinni velfarnaðar. Takk fyrir. Já, takk fyrir það, Guðmundur. Nú, ef það er Magnús Andri, gjörðu svo vel. Fundarstjóri, bæjarstjórn og gestir. Það er ekki alveg hægt að kenna nefndinni þessa galla sem komu nú fram þarna og allir þurfum að læra mistökunum. Það er kannski bærin líka, þau eru kannski læra þessu líka. Við vorum að bæri verslaðarnir við ákveðna aðeir sem hönnuðu og þetta eiga að vera fagmenn. Þeir eiga að gera þetta, við erum búin að tekna mörg hús, þetta er ekki viðvanningar. Við kannski eftir að aðtóa líka við hvað erum við að versla framtíðinni. Innstunga eins og Guðmundur nefni, innstunga hinum með hörðunum. Þetta er alltaf algjör aulagangur finnst manni og finnst okkur öllum. Þetta eru fagmenn, eigum að versla við aftur. Við kannski þurfum bara að læra oss líka. Og ég veit að fólki sem ég var nú í þess að nefnd varandi frumhönnun á íþróttahúsinu og þetta er allt mikið áhuga fólk og leggur sér mikið fram. Varðandi byggingarnefndina á húsinu sem var tekin notkun í fyrra, það ætti kannski kalla þessa nefnd aftur saman. Láta hana skila skýrslu það sem betur hefði mátt fara og samskipti sín við hönnuði og eftirlitsaðila. Mér skilst að þeirra hafa verið ansi gloppóttir. Margar ábendingar sem komum frá forstöðumanni og nefndarmönnum sem að eftirlitsaðili og hönnuður hunsuðu. Er það einhver vinnubrögð sem við á að klína yfir einhverja nefnd? Nei, það er ekki svoleiðis. Þeir eru að vinna fyrir okkur og þeir eru að gera eins og við segjum, ekkert öðruvísi. Takk. Takk fyrir það, Magnús Andri. Róbert, Björnsson. Og þetta er bæjarfulltrúar. Það stendur til einmitt að taka svona fundar sem við förum yfir hvað gekk vel og hvað gekk ekki vel við hönnun og framkvæmd þessa mannvirkis. Það er nýlega búið að nást samkomulag við verktakanum að laga ákveðin mál sem að lutu á honum, hann er búinn að laga. Ég vonast til þess að loks séu að ná samkomulagi við verkfræðihönnuðinn, verkís, það sem að upp á þástendur og þannig að það er ennþá svona lausir endar sem að snúa að frágangi á hönnun og mannvirkinu. En ég held að einn af lærdómunum með þessu sem við getum dregið er að á verktímanum að þá þurfum við að vera og þurfum að gera ráð fyrir því við útboð að það sé miklu meira samráð
jafnt og þétt á milli verkkaupans, sem þá við, framkvæmdaaðilans og hönnuð og eftirlits á þessu tíma. En þeir leið og menn eru búin að skila af sér einhverjum gögnum, þá líta þeir svo á að þeir eru að hlutverki sem lokið og ætla að rukka náttúrulega fyrir hverja einustu hreyfingu eftir það. Þannig að í útboðsgögnum þurfum við að gera ráð fyrir að sé ákveðið ferli og samráð á þessum tíma. Þetta eru flókin mannvirki koma mjög margir að og það getur bara komið upp ýmis misskilningur og þá við gerum öllum það ljóst sem að verkinu koma að það eru alltaf einhverju sem að sjá þessi mistök og það er ekkert óeðlilegt að menn geri mistök að menn líti það á sem sitt hlutverk að benda á galla sem hægt að laga en ekki sitja sig bara hlakka yfir því í kaffiskúrnum. Bláa lónið til dæmis, þau tækið sem dæmi, þau fóru þessa leið og voru núna, þegar þau gerðu breytingarnir hjá sér, lokuðu í 2 vikur og það voru bara fundir mjög reglulega og það var bara lagt upp úr því. Það er hlutverk okkar allra að þetta takist á þessum tíma og ef við náðum að byggja upp þá menningu á verkstað, þá var þetta að ná miklu betri árangri. Já, takk fyrir þetta. Eru fleiri sem vilja? Þeir sem eru samþykkið þessari nefnd og þeim sem hafa verið skipaði nefndur. Að spyrja einu. Gjörðu svo vel. Er ekki fulltrúi yfirfgi og þeir tilnefna mann? Jó, ég gerir ráð fyrir því. Það sé bara það sama. Þeir hljóta að funda það og velja bara sinn mann. Það er svoleiðis. Það sé bara sömu aðila sem eiga fulltrúa eins og var. Við höfum ákveðið fyrir okkur og þeir hljóta að gera það sama. Þeir hljóta að ræða það. En tillagan er samt eitthvað sem við borum upp til atkvæðagreiðslu, þeir sem þessu samþykki gjör svo rétt hönd. Það er samhljóða. Forseti leggur til og nú er gert stutt fundarhlé. Fá sér kaffi og salerni.
Bæjarráð fól bæjarstjóra þann 17. nóvember 2015 að auglýsa húsnæði Kvikunnar að Hafnargötu 12a til sölu. Tilboð barst í eignina 4. mars 2016 og fól bæjarstjóra að gera gagntilboð þann 8. mars. Fyrir fundinum liggur annað kauptilboð ásamt umsögnum stjórnar Kvikunnar og umhverfis- og ferðamálanefndar. Það í gögnunum hjá okkur. En að þessu sögðu þá orðið laust. Ásrún, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Ég verð að segja að mér finnst bara ánægjulegt að málefni í Kvikunnar sé komið á borð bæjarstjórnar. Það sem mér finnst ljóst að óbreytt ástand óásættanlegt. Ég sit í stjórn Kvikunnar og líkt og kemur fram í fundargerð stjórnar þá þarf annaðhvort að auka fjármagn til reksturs Kvikunnar og viðhalds eða selja húsið svo einhver annar aðili getur komið upp sómasamlegri starfsemi þar. Það má segja að einhverjar orðin ekki gera ekki neitt eigi við núna því með áframhaldandi áhugaleysi mun Kvikan hægt og rólega grotna niður. Viðhaldi verða dýrara og dýrara og ákvörðunin hvað á að gera verður erfiðari og dýrari með hverju ári. Það má segja að ef við höldum áfram að gera ekkert þá séum við að dæma Kvikuna til sömu örlaga og festi. Kvikan hefur verið kallað menningarhús okkar Grindvíkinga en þó verður að hafa í huga að menningin blómstrar hérna í Grindavík líkt og sést á hverju ári þegar menningarvikan fer fram. Og menning ekki einskorðuð við eitt hús. Reyndar eru fæstir viðburðir í menningarvikunni sem fara fram í Kvikunni. Ég myndi halda að það væri sjaldan Kvikan sem dregur ferðamenn til Grindavíkur þó hún sé fín afþreying fyrir þá sem að hingað koma og kannski fyrst og fremst upplýsingamiðstöð fyrir ferðamenn. Verði Kvikan seld ljóst að finna þar nýjan stað fyrir bæði sýningar sem á þessa upplýsingaþjónustu. Það eru leiðir til staðar til þess að tryggja að sú menning fylgir sýningunum og sú þjónusta ferðamenn fá í Kvikunni verða áfram í bæjarfélaginu en þá í vissulega í annarri mynd. Sé áætlun Grindavíkurbæjar að eiga Kvikun áfram og vera með sýningarnar þar, þá verðum við að sjá sóma okkur í því að gera það almennilega. Eins og komið hefur fram hér rekstur Kvikunar verulegur ár hvert. Mér finnst það engin lausn, það hefur komið fram nokkur sinnum að komið upp í umræðina að það sé hægt að færa ákveðna starfsmenn bæjarskrifstofunnar í Kvikuna en ég alveg viss að starfsmenn bæjarins hafa nóg á sinni könnu í ört stækkandi bæjarfélagi. Og þó að hugmyndin að eldri borgarar fái aðstöðu í Kvikunni gegn því að sjá að halda húsinu opnu sé ágætt, þá mun sú útfærsla líklega ekki auka starfsemi hússins, menningu eða þjónustu við ferðamenn, enda hafa margir eða nokkrir eldri borgarar tekið skýrt fram að þeir séu ekki tilbúnir að vinna við að halda sýningum opnar helgar og á sumrin. Það mitt álit að ég vil sjá starfsemi Kvikunar í Flóma og vissulega eru hér kjöraðstæður. Ef við tökum ákvörðun hér á eftir að selja ekki, þá verðum við að fara í hugmyndavinnu og stjórn Kvikunar þarf þá klárlega að vinna ákveðna stefnumótun. Kannski verður þetta ljómandi góð hugmynd hjá okkur í stjórninni að taka ákvörðun að auglýsa húsið, en við stæðum ekki hér ræðandi framtíð Kvikunar ef við hefum ekki haft upp til þeirrar ákvörðunar. Takk fyrir. Já, takk fyrir það, Ásrún. Páll Jóhann.
forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Ég vil bara svona byrja á því að taka það fram að ég mun ekki greiða atkvæði þessa tillögu. Af því að ég kannski má segja að ég sé að hluta til vanhæfur. Það sem að tilboðsgjafinn í eigu fyrirtækis, eða sem sagt það fyrirtæki að hálfu hluta í eigu fyrirtæki sem ég á hluti í, þannig að ég veit ekki svo sem hvað armslengdin ég ætla ekki að fara neitt að reyna að mæla það. En ég tel mig hins vegar hafa fullan rétt á því að tjá mig málið og mun því gera það. Ég verð að viðurkenna það að mér hálf brá þegar ég heyrði það fréttir að það var lagt til að Kvikan yrði seld. Ég var í stjórn Kvikunar hérna fyrir nokkrum árum. Það sem að var ýmislegt gert. Það var farið mikið átak að snúa rekstri Kvikunar við og eins og á þessum tölum sem að fylgja þessu máli sést að þá var ákveðin árangur í því. Þetta kostaði ekki svakalega mikið. Við færðum annað safn sem við fengum upp í Eldborg, jarðorkuna, Úrmannssettarinn. Svo var Guðbergsstofa settarinn. Þannig að það búið að reyna margt til þess að reyna að lyfta starfseminni þarna upp. Og það verður að segjast eins og að mér finnst það samt svolítið uppgjöf að ætla að fara að selja þetta núna. Ég var svolítið svona ekki alveg í takt sko í menningavíkunni að sjá það að það væri hægt að fara að taka ákvörðun sölu á þessu menningarhúsi okkar akkurat í miðri menningavíku. Saltvíðsetrið er frægt og við erum frægir fyrir það hérna í Grindavík. Þetta eitt af því sem við erum frægir fyrir, það Saltvíðsetrið og oft maður spurður það. Þannig að mér finnst það ákveðin uppgjöf að selja það. En ég tek undir með stjórn Kvikunar það sem og virði það að þetta metnaðarleysi sem ég allavega virðist á að hafa þetta lokað yfir veturinn og að þetta náttúrulega annarkvort verður eitthvað að gera. Þeir stilla, stjórnin leggur stjórn Kvikunar leggur upp þarna kosti A eða B og með leyfi forseta þá segja þeir A-liður að leggja fjármuni til fjárfestingar í húsinu með það fyrir augum að hægt sé að auka starfsemi svo sem fyrir veitingasölu. Sá kostur hefur náttúrulega alltaf legið fyrir að klára þessa byggingu. Það menn vita það að þetta bara hluti af henni. Þannig að ég tel nú brýnt, ég svolítið sammálaðið með þýleitinu til að ef við ætlum að eiga hana þá verðum við að spýta í lófana og gera eitthvað róttækt. Kostur B að selja húsið og finna aðra möguleika fyrir þá starfsemi sem í húsinu í dag. Og það svo sem ákveða ábyrgðarleysi að selja húsið og vera búið að gera gagntilboð og ekki búið að finna þessum söfnum stað. En ég ætla ekki að fara að dvelja við það. En svo kemur þarna fyrirtæki sem að trúir því að það sé vilji bæjarstjórnar að selja húsið og gerir tilboð og svo aftur tilboð. Þannig að ef aldrei var ætlunin að selja húsið þá finnst mér það kannski ekki stórmannlegt að segja bara nei takk og við hætti við. Þannig að ég hefði nú haldið að ég ger ekki ráð fyrir því við þær
miðað við þær fjárfestingar sem að liggja fyrir hjá okkur núna, við erum að tala Víðihlíð, það er að tala íþróttahús, það eru hafnarframkvæmdir, þetta eru fleiri 100 milljónir sem liggja fyrir á næstu árum. Þannig að ég ger ekki ráð fyrir að það sé vilji hérna í þessari bæjarstjórn til þess að fara að klára þessa byggingu eins og stjórnin leggur til. Það hafa aðilar sýnt á að færa sína starfsemi þarna inn og það er bara vel og ég hef verið að taka þetta velist bara vel á það að eldri borgarar færi sína einhverja starfsemi þarna inn og því það vantar bara meira líf í húsið. Hins vegar veit ég ekki, ég segi fyrir mitt leyti, ég vil nú ekki sjá þetta einhverja veiðarfærageymslu þarna á þessum stað. Þannig að ég vil bara vera hreinskilinn með það. En ég hefði kannski viljað sjá það að menn byðu þá sko ef það verður niðurstaðan að þessu verður hafnað, að við myndum fela þá bæjarstjóra og kannski forseta bæjarstjóra að fara þá í viðræður við þá aðila sem hafa áhuga á að byggja þarna eitthvað upp. Hvað liggur fyrir hjá þeim? Kannski einhver flötur, sá sem ána helmings hluti þessu fyrirtæki með lóð þarna við hliðina og var nú stofnfélagi af þessu safni. Nú hinum meginn annað fyrirtæki sem reyndar ekki aðilega af þessum tilboðsgjafa, en mætti alveg skoða það að þeir hefðu áhuga á að gera eitthvað. Þannig að ég hefði viljað sjá eitthvað samstillt átak hjá þessum fyrirtækjum sem eru þarna á svæðinu og sýna það klárlega í vilja í verki með því að bjóða þessa upphæð í húsið. Hvort að það sé ekki grundvöllur kannski fyrir einhverju sameiginlegu átaki til að rífa þessa byggingu upp, því ég gerir ráð fyrir því að það sé sami metnaður hjá þessum fyrirtækjum eins og hjá okkur. Við erum að reyna að stimpla okkur inn í þessu menningabæ og við bara megum ekki rústa þessu ég held að þetta sé eitt af fáum húsnæðum sem hefur verið sérstaklega byggt undir safn. Þannig að við þurfum að spýta í lófana og gera eitthvað. Ég hefði viljað sjá það að menn færi þá í viðræður við þá aðila. Hvort einhver aðila hefur áhuga að byggja þarna eða þannig að svona sameiginleg markmið allra aðila sjá hvort að það geti ekki verið eitthvað sameiginlegt markmið sem að kæmi út úr því. En ekki alveg bara segja neitt takk og ekki söguna meira. Þannig ef að menn eru tilbúin að fara í það að klára bygginguna og færa lífi í þetta hús, þá er það svona gott. En ég hefði viljað sjá þarna eitthvað að nýta þennan samstarfsvilja sem að kannski er fyrir hendi og það er ekkert sem gerist á einhverjum dögum. Þannig að það er þá bara langtíma verkefni og hefði viljað sjá þá eins og þessi bæjarstjóra og forseta bæjarstjórnar eða einhver að fara og ræða við þessa aðila, kannski þannig að eftir sumarið eða að menn sjá einhverja lausn í þessu. En eins og Ásson sagði, ekki gera ekki neitt. Verðum að snúa blaðinu við það. Já, takk fyrir þetta Páll. Róbert Gilsveit. Forseti og út í bæjarfulltrúar. Já, ég tek undir það að það er mjög ánægjulegt að við skulum vera með þetta mál hérna á dagskrá og ég hef nú verið formaður stjórnar þarna síðan undir lok árs 2010 og raunar mín aðkoma þessu verkefni er ennþá lengri. Þegar ég var einn aldamótin og Magnús Andri vorum hérna með atvinnumálanefnd, þá fekk ég það verkefni að skrifa viðskiptaáætlun um eitthvað sem gæti tengst þetta saltfisk og skrifaði þess að fyrstu viðskiptaáætlunina fyrir þetta góða safn.
og þá var nú gert ráð fyrir að það væri miklu minna húsi sem tengdist á fiskverkun sem var í gangi. Það hefði verið líklega 2000. 99 eða 2000, þetta hús tekið í notkun 2002 minnir mig. Og þannig að þetta hús sem á sér talsverða sögu, þessar sýningar, Saltvík-sýningin orðin tónleikum gömul. En þetta hefur einhvern veginn aldrei gengið vel. Og við sjáum það bara á svona rekstratölum sem við erum með að það hafa alltaf verið mikil framlög inn í þennan rekstur og reksturinn bara á mannvirkinu. Við myndum bara halda mannvirkinu opnu einhverjar 10-11 milljónir á ári. Við erum ekki með neina starfsemi þá, mannvirkið bara til. Sko. Þannig að það kostar að eiga svona mannvirki og það kostar að vera með starfsemi í því. Og ef við myndum gefa okkur það, því nú hefur ferðamönnum fjölgað talsvert mikið, ef við myndum gefa okkur það að innkoman af miðasölu myndi þrefaldast frá þessu nú að þá það samt ekki nema eitthvað rúma 6 milljónir. Sko. Þannig að þetta er ekki stóra tölu sem að koma inn á innkominni. Þannig að það verður einhver önnur starfsemi að vera í húsinu. Og það það sem við legið fyrir nú í talsvert langa tíma. Þetta mun ekkert ganga nema einhver önnur starfsemi í húsinu. 2010, þegar við vorum að fara í gegnum hagræðingarnar, þá var ákveðið að verja fé til kjarnastarfsemi sveitarfélagsins og draga úr kostnaði við þessa starfsemi. Og við gerðum það. Fórum í mikla breytingar. Fórum í ákveðna stefnumótunarvinnu með ferðaþjónustuaðilum hérna og sjávarútvegsfyrirtækjum og niðurstaðan var þessi að við ættum að setja upp auðlind á menningarhús og við höfum verið að reyna að vinna eftir því. Það hefur verið haldið menningarviðburðir og síðan í sjálfsögðu sýningarnar. Við höfum síðan verið með auðlindastarfsemi þarna inni, þá fyrst og fremst Kotland sem núna búið að flytja sig inn í sjávarklassa. Við höfum boðið veitingaaðilum að koma þarna inn en húsnæði hentar illa fyrir það. Við gerðum svona minni háttar breytingar að það væri hægt að reka þarna kaffihús. Við höfum síðan skoðað ýmsa möguleika í því að breyta aðstöðunni þannig að væri hægt að vera með eldhús. En það hefur heldur ekki gengið almennilega. Og við eiginlega bara stóðum fram fyrir því núna síðastliðið haust að annarkvort þurfum við að fjárfesta þarna eða selja. Ég held að þetta muni aldrei ganga vel nema við byggjum við húsið þennan áfanga sem var frestað í upphafi. Og inn í þeim áfanga gætu við þá komið inn nýjum leigutökum. Og það sem helst hefur verið rætt á við fyrstækningsskólinn og síðan þá ykkur veitingamæður. Og ef við fáum inn einhverja slíka leigutaka, þá komið líf í þetta hús og þetta getur farið að ganga sæmilega. En ef við gerum það ekki, þá munum við bara áfram verið í þessu harki. Og ég meina það allt í lagi, við getum alveg haldið áfram að tapa þessum 10-20 milljónum ára á þessu rekstur haft húsið hálflokað og svona, svara bara eins og ég hef verið að svara þetta fyrir en ári, já, þetta bara svona, sko. Eða þá við verðum bara að taka stærri ákvarðanir fjárfestingar og bara drífa í og gera það sem við ætlum að gera. En við getum ekki verið í þessu hálfkáki mikið lengur að mínum mati. Nú ef að húsið verið selt, og þá verðum við að treysta á að einhverjir aðilar á markaði, svo sem þessi tilboðsgjafi sem að hér hefur lagt fram tilboð, gera það vel og efli starfsemi á þessum reit eins og raunar við þekkjum þetta með festi. Nú fyrir söluandvirðið á þá peningar sem við erum nú að leggja í rekstur væri þá að gera eitthvað annað, væntanlega. Þetta ekki peningar sem hverfa. Það væri mögulegt að leigja aðstöðu undir sýningarnar og þá kannski nær þessu minjasvæði sem minjafélagið hefur verið að leggja áherslu á byggju, sérst inn í gamla bænum, þar sem við vorum að afgreiða skipulagstillögu áðan. Það væri mögulegt að fjárfesta meiri í tjaldstæðinu í smáhýsum eða einhverju slíku og þannig að það væri komið þá árs grundvöldu fyrir starfsemi og tjaldstæðinu allt árið kring og þar væri þá upplýsingamiðstöð og gestastofa í Geopark. Þannig að það væri hægt að gera ýmislegt fyrir þessa peninga. Það væri hægt að finna einhverja aðra lausnir fyrir fyrstækningsskólann í samstarfi við hinn sveitarfélögin og ríkið, því við varum þá komið með eitthvað laust við. Þannig að ég held að sé nú ekki alveg upp á endir alls að þetta hús sé eins og það en það vissulega byggt undir þessi starfsemi og þá er mjög æskilegt að geta haldið inn áfram það. En ef þá þurfum við líka að vera tilbúin að taka þann slag að leggja í þetta meira fé. En það hefur bara ekki verið svigrúm í okkar fjárfestingaráætlun fyrir eitthvað annað en það sem nú þegar liggur fyrir. Menningarlífi í Grindavík í blóma, við sjáum það úr þjónustukörfunum og ég held að það í sjálfu sér hafi ekki rosalega mikið með þetta hús að gera. Ég held að það hafi með félagsstarfi að gera hérna og það sem að gerast í kirkjunni og veitingastöðunum og annars staðar. Þannig að það er ekki, þó að við séum frábær, þá er það ekki okkur sveitarfélagin að þakka hér séu öflugt menningarstarf. Við höfum kannski búið til einhverja umgjörð og það eru aðrir sem að nýta þessa umgjörð og gera það vel. Ég held að sýningarnar séu heldur ekki megin aðdráttaraflið fyrir ferðamenn í Grindavík og sýningar eru það yfirleitt ekki. Það er innan við 15% af gestum sem koma til Íslands koma til að fara á sýningar.
Þeir sem eru að koma til Grindavíkur eru að koma í Bláa lónið, þeir eru að koma til að sjá náttúruna hérna, þeir eru að koma til að upplifa hafið, þeir eru að fara inn á veitingahús og á hótelin og í það afþreyingu sem hérna er í boði, hjá afþreyingafyrirtækjum sem hafa verið gríðlegum vexti. Bryggjan, bara kaffihús og Bryggjan, hefur miklu meira aðdráttarafl heldur en þessar sýningar. Þannig að þetta hús er ekki upp á endir alls í menningarstarfsemi í bænum. Það eru mikil tækifæri í þessu húsi ef við erum tilbúin að fjárfesta í því, ef við erum ekki tilbúin til þess, þá hugsa ég að koma einhverja aðlæðin inn og hann gerir örugglega bara vel úr því og við þurfum þá að taka nýjar ákvarðanir með þá peninga sem við fáum og þá peninga sem við spörum í rekstrinum og hvort við ætlum að halda þessa sýningum uppi og hvernig við ætlum að gera það. En það eru tækifæri í báðar áttir, að mínum mati. Takk fyrir. Takk fyrir það, Róbert. Guðmundur. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ágætu gestir. Ég var mjög undrandi, svo ég takk mikið dýpri í árinni, þegar ég sá þetta inn á dagskrá bæjarráðs, söluna á Kvikunni. Ekki eins og tekið fyrir bæjarstjórn fyrst og gert gagntilboð. Þetta lýsir ákveðinu uppgjöf fannst mér og trú á sveitarfélagið. Og fólki sem stóð í að byggja þetta upp, gaf lóð, gafu fé og hálfgeð móðgun finnst mér við það fólk. Túrisminn er að eflast mjög mikið í þessu sveitarfélaginu. Hótelin rísu. Þegar það er að gerast, þá ætlum við bara að loka. Það er talað kostnað upp á 10-20 milljónir. Nettokostnaður bæjarins við að reka húsið er svona í kringum 5 milljónir. Síðan bætist á afskriftir og fasteignagjöld á húsinu sem er inn og út fyrir bæjarsjóð. Markaðsstarf þarf að byrja upp á nýtt. Það kemur varla nokkur lengur því að það gera allir ráð fyrir að hér sé lokað. Það er búin að eyðileggja það allt sem búið að vera að gera. En það er rétt að þetta er ákveðin tímapunktur núna að selja þetta eða byggja það upp. Í mínum huga er sala algjör uppgjöf og kemur ekki til greina. Það hafa komið hér með þessar hugmyndir að eldri borgarar fari þarna inn og haldi húsinu opnu. Mér finnst ekki óeðlilegt að það sé bara á virkum dögum og ekki á sumrin. Bærinn getur ekki fríað sig frá rekstri á þessu húsi og á þessari sýningu. Það væri bara mjög gott fyrir bæjarsjóð og fyrir bæinn, fyrir samfélagið ef eldri borgarar væri til að fara þarna inn og sjá að hafa þetta opið í miðri viku. Ég var mjög hissa því ég sá það að mér var sagt að fólk sem fer í þessa sýningu fær ekki einu svona heyrnartól til þess að leiða sög eftir sýningunni. Sem ég finnst eiginlega frumskilyrði með allar sýningar. Hvað snerist málið. Þetta er sagan samfélagsins okkar. Á þessu byggðist samfélagið okkar upp. Við getum ekki gert svo lítið að slökkva bara á því. Við eigum alveg fjármuni til þess að reka þetta með nýju sniði. En hvort að bærinn eigi að fara að reisa þarna hús, samfast hús fyrir veitingarekstur eða annað, það er ég ekki sammála. Mér finnst eðlilegast eins og Páll Jóhann talaði að fá samstarfsaðila að því verki, óska eftir því að vilji er fyrir hendi. Ef menn vilja reisa þarna veitingastað við hliðina á húsinu, samfast húsinu, þá finnst mér það mjög góð hugmynd. En ég tek undir það að ástandið eins og hefur verið, gengur ekkert lengur. Það er alveg rétt. En höfum þá manndóm til þess að fara af stað. Við getum haldið meðal annars íbúafund hvernig viljum sjá endurreisn á Kvikunni og Saltfisksýningunni.
Í mínum huga finnst mér frábært fyrsta skref ef eldri borgarar væri til í að koma inn og sjá að það væri opið þetta virka daga. Vegna þess að við erum ekkert að fara að keyra þetta í gang alveg 1, 2, 3. Það tekur tíma. Og í talningum við ætlum að fá aðilega til að koma þarna inn og koma með aukin starfsemi við hliðina. Þannig að ég hvet bæjarfulltrúa að standa vörð þetta safn og söguna okkar sem í raun og veru saga sveitarfélaga á Íslandi. Útgerð og saltfiskvinnsla, fiskvinnsla. Þetta vakti marga og sjálfum sér mjög gott að vekja fólk að væri svefni að þetta sé ekki hægt að láta danga lengur. Og mér heyrist að fólk sé alveg sammála það að rífa okkur upp og gera eitthvað almennilegt. Takk fyrir. Já, takk fyrir það, Guðmundur. Jóna Rut. Forseti, aðri bæjarfulltrúar og gestir. Ég þakklát fyrir þetta mál sem komið núna til umfylgjar hérna í bæjarstjórn. Það sem bara búið að vera í bæjarráði og þar sem ég finnst eins og ég tek alveg heilshugun undir orð Guðmundar. Mér finnst þetta að vera uppgjöf. Ég fer alltaf í hárgreiðslu á hárvarnanna móti og ég held að hvert einasta skipti sem ég fer þangað þá eru þau að ræða það við mig þar, fólk sem vinnur þar, að það alltaf rútur, stoppur utan, fólk bankandi hurðina, komandi spyrjandi þau opnunartíman og kvikuna og svona. Og það bara búið að vera lokað. Við erum bara búin að loka kvikunni, við erum búin að taka upplýsingur kvikuna á heimasíðunni, ég þurfti að fara krókaleiði til að finna upplýsingar og þær krókaleiði sem ég fann þar stendur að kvikan svo opin helgar frá 11 til 5, sem hún ekki. Og þannig að við þurfum, ég alfarið á móti þessari sölu og ég myndi allavega alls ekki samþykkja nema þegar ég vil þá sjá að þessi algjörlega búið að fullprófa alla leiðir sem hægt og ég held að fyrst og fremst sé bara að byrja að opna húsið og byrja því og þannig að það sé allavega hægt að prófa að sjá það hvernig opnunin hver afkoman ég veit að söfn ekki, það engi, ég held að sé 2-3 söfn öll Íslandi sem að skila hagnaði. Þjóðminjasafnið og hvort það sé síldasafnið og Siglufirði eitthvað svona þannig stórsöfn. Það ekkert og það hlýtur að hafa vitað þegar kvika var gerð að það væri erfitt að reka safn á Íslandi. En þess vegna var held í byggingin gerð svona með möguleika á auka sal, það og það náttúrulega var möguleika á að vera með veitingasal í framtíðinni. Og ég trúi ekki öðru að þegar þetta var sett upp á sínu tíma þá hlýtur að hafa verið fullt af hugmyndur einhverja framtíða áform með þetta hús. Og ég held að það sé bara það sem þarf að gera núna. Ef það verður samþykkt að vera hætt við sölu, þá held ég að það verður bara að fara eins og Ásum tala áðan að þetta náttúrulega bara vakti fólk til lífsins, en nú verður bara að fara í mikla vinnu. Hvað viljum við gera? Það eru þvílík aukning af ferðamönnum hérna á svæðinu og við erum með gullkistu hérna á svæðinu. Og við þurfum náttúrulega bara að hafa eitthvað til að lokka það. Auðvitað kannski fólk ekki endilega að koma að skoða safnið, en við getum verið miðstöð fyrir, það fullt af möguleikum til í ferðamennsku á landinu, til dæmis í Borgarnesi. Þar getur fólk labbað inn og eitt safnið þar og keypt svona heyrnartól og upplýsingar og labbað bæjarfélagi og verið með upplýsingarnir í eyrunum. Við getum verið með svona í kvikunni þannig að fólk getur labbað inn á bryggju, labbað á Hópsnesringinn. Það er ekki endilega að fara inn á safnið, við getum verið móttöku staði fyrir svona, ýmsir möguleikar í boði. Þannig að ég held að það sé, ég allavega vil endilega að við höfum það í huga að hætta við þessi áform og efla kvikuna. Takk fyrir Jóna Rut. Fyrir eitthvað illa hana forseta hérna. Kristín María, gjörðu svo vel. Spurningum að færa hann bara hérna aðeins til. Það ekkert það nú. Forseti og bæjarfulltrúar og kæru gestir. Já, fín umræða og mjög gott að við erum að ræða kvikuna mikillega alvöru á þessum fundi.
Ég líka stjórnarmaður í Kvikunni og tók sæti þar núna í upphafi þessu kjörtímabil, þar að segja fyrir 2 árum síðan, núna tæpum. Og ég veit að þetta var búið að vera viðfangsefni fyrrverandi stjórnar frá 2010 til 2014 að reyna að efla Kvikuna. Reyna að koma húsinu í meiri notkun heldur en var. Og það eru margir búnir að spyrja sig, það eru margir búnir að posta fréttum, það er búið að skrifa fréttir sölu Kvikunar og af hverju. Og svo ég svari því bara mjög stutt fyrir mitt leyti, þetta var allt og lítil notkun fyrir allt og mikið fjármagn. Og þess vegna fannst mér verjandi þegar ég tók það ákvörðun sem að var vel á minnst samhljóma í stjórn Kvikunar að setja hana á sölu. Við vorum líka búin að hugsa það að fara í stefnumótun á starfseminni, fá einhverja aðila til að hjálpa okkur að komast í einhvern farveg með hana þannig að við myndum nýta þetta hús betur heldur en raun ber vitni. Því miður að þá það þannig að við erum í húsinu bæjarbúar þegar 17. júní og þegar sjómannahelgi. Þess á milli ekkert að vera. Og auðvitað þannig að þegar við erum með safn þá þurfum við vissulega að hafa opið og það alveg rétt sem að hefur líka komið fram að safn ekkert að gefa af sér. Við þurfum bara að taka ákvörðun að halda úti menningarlífi og kosta til því sem þarf þegar maður með svona safn. En mér finnst það algjör synd hvað við erum með stórt húsnæði og mikið rými sem að nýtist illa. Og ég veit að fólk hefur alls konar skoðanir og það mjög margir sem eru mótfallnir því að Kvikan verði seld. En þegar ég hugsaði þetta þá fannst mér eins og hefur líka komið fram að menning Grindavíkur væri nú ekki bundin í steinsteypu. Við erum náttúrulega með safnarna og auðvitað þarf að hugsa ef Kvikan hefði verið seld þá þurftum við náttúrulega að hugsa út í það hvert færi þessar 3 sýningar sem þar eru. Það saltfisksýningin, síðan erum við með Guðbergsstofu sem var opnuð fyrir 3 árum síðan núna í júní og síðan erum við með sýningu á láni frá HS Orku sem heitir Jarðorka og svona jarðsaga landsins sem náttúrulega ein af okkar megin auðlindum og þess vegna hefur þetta hús fengið nafni auðlindahús því að þarna verið að varpa ljósi og fari yfir sögu auðlinda okkar sem náttúrulega fiskurinn, jarðorkan og svo náttúrulega mannauðurinn og við eigum náttúrulega mikinn listamann hann Guðberg. En eins og ég búin að koma inn á, ég punktaði nokkra hluti niður af því að það svo margt sem hann langar að koma inn á, það búið að koma inn á margt af því. En mér finnst ég búin að segja af hverju ég studdi þá tillögu að selja Kvikuna, það var náttúrulega lítil nýting fyrir mikinn kostnað og að þessu sögðu að þá finnst mér mjög mikilvægt að það komi fram og það hefur nú ekki lítið verið rætt það á þessum fundi, kostnað og uppbyggingu og rekstur. Og við þurfum líka að þegar við förum í það að kosta til við Kvikuna, ef hún verður ekki seld og við ákveðum að kosta til fjármagni, þá það eitthvað fjármagn sem hleypur á milljónum ef ekki 20 milljóna. Og við erum að byggja upp í Víðihlíð, það eykur rekstrarkostnað, við erum að fara að byggja íþróttahús, það eykur rekstrarkostnað og við stöndum það frammi fyrir því að annarkvort að draga saman í rekstri og reyna að skera frá það sem að má missa sín eða auka álögur á íbúa eða hækka gjaldskrár. Þetta bara það sem við stöndum frammi fyrir að hugsa sem bæjarfulltrúar. Við erum kosin til að sjá rekstur og við erum líka kosin til að sjá þannig reksturinn að við setjum ekki allt í kalda kol. Þannig að mér finnst mjög mikilvægt að bæði við og kannski íbúar líka átti sig á því að þegar við erum að ákveða það að halda rekstrinum áfram þá erum við náttúrulega líka að mögulega standa frammi fyrir því að hér erum við náttúrulega með lágt útsvar og ég ekki að segja það að ég sé fylgjandi því að hækka útsvar, ég það nefnilega ekki. Þess vegna var ég tilbúin að styðja það að Kvikan yrði sett á sölu. Af því að upplýsingamiðstöð fyrir túrisma, hún þarf ekki að vera svona gímald eins og Kvikan er. Hún getur til dæmis verið bara í tjaldsvæðahúsinu. En við erum líka kosin í bæjarstjórn til að hlusta á sjónarmið íbúa og hlusta eftir þeirra viðhorfum og náttúrulega svolítið að taka púlsinn á því hvernig hjartað slær og það eru greinilega mjög margir sem að bera mjög hlýjan hug til Kvikunar og mér finnst það mjög ánægjulegt. En fyrir þessum fundi liggur fyrir ákvörðunum að taka ákvörðunum að annarkvort að selja Kvikuna
taka kost A eða B sem að við í stjórninni lögðum fyrir, við veittum umsögn til bæjarstjórnar og þar voru reynda 2 nefndarmenn sem að voru tilbúnir að taka strax afstöðum það að selja ekki kvikuna. Mér finnst við hins vegar að þurfa að hafa það bara í huga að ef við ætlum að taka hinn valkostinn þá hefur það í för með sér að við þurfum að kosta til fjármagni og þeir vita það að bæjarfulltrúar sem hér sitja inni að við vorum að horfa í hverja einustu milljón í okkar áætlunum í fjárfestingum. Þannig að það þarf það annarkvort ef við ætlum að fara að kosta til fjármagni strax að taka upp fjárhagsáætlunina og endurraða því sem við höfum sett þar niður eða að láta það bíða þangað til eftir 4 ár eða 3 ár. Þannig að það er svona, mér finnst mjög mikilvægt bara þegar við tökum ákvörðun að við ætlum náttúrulega ekki að gera ekki neitt, en ef við tökum ákvörðun að selja ekki kvikuna, að þá erum við líka að taka ákvörðun að kosta til fjármagni. Og þá finnst mér rosa mikilvægt að við höfum það í huga að við þurfum að skoða hvaðan það fjármagn á að koma. En ég er líka sammála því og það dylst engum það að hér ferðaþjónustan að vaxa og hún að vaxa svo munar. Við höfum bara séð hérna spár, sérstaklega í umræðinu flugvöllin og stækkunina sem þar eiga sér stað. Við höfum ekki verið með fulla opna á kvikunni í þessum vexti. Þannig að mögulega þegar við förum að auka opnatíman þá fer kannski fólk að streyma inn. En mér finnst algjör synd ef að kvikan á að fara að standa sem einhver closet stop. Að eini tilgangurinn verði að fara inn og pissa og út í rútu aftur. Að það skilji ekkert eftir sig. Þess vegna finnst mér mjög mikilvægt líka að hér er fullt af fólki sem að vinnur handverk, prjónar, saumar, ýmislegt, að það hafi kannski ykkur aðkomi að vera með sinn afrakstur þar sem að túrismin er að koma. Því að við vitum líka að fólk hefur áhuga á því að kaupa eitthvað frá svæðinu sem að það er að heimsækja. Ég er nú örugglega búin að segja svona það mesta sem að ég setti saman í þennan texta. Jónarud kom inn á hugmynd sem að mér finnst mjög sniðug úr Borgarnesi, það sem hægt að koma og ég meina þetta náttúrulega allt bara framtíðarmúsík, ég ætla svo sem ekkert að fara að lista einhverjar hugmyndir, en verkefnið er þá ef að við seljum ekki kvikuna, það er að móta einhverja sýn fyrir húsið. Guðmundur kom inn á það að markaðssetningin, hún mun eiga sér, hún þarf að vera í gangi einhver tíma því að ef það er búið að festast hjá þeim sem eru leiðsögumenn að hér sé ekkert að hafa og hér sé kvikan bara lokuð, að þá er eðlilega fólk ekki að koma og stoppa. En ég hef svolítið sveiflast til í þessu. Ég hef líka hugsað hvort að við ættum að hætta við þetta og hitti mitt fólk í gær, þar sem að viljinn fyrir því að selja kvikuna var ekki mikill. En við þurfum þá kannski bara, að því mér finnst að vera ábyrgð okkar, ég veit að það snýst ekki allt Excel-skjöl og tölur, en það snýst samt það að hér sé gott að búa, hér sé ábyrgur rekstur. Þannig að ég bið þá bæjarfulltrúa að hafa það í huga að verði kvikan ekki seld, að þá þurfum við að auka við fjármagn. Takk. Já, takk fyrir það, María. Magnús Andri. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Ég settist í stjórn kvikunar eftir síðustu kosningar með Kristínu Maríu og það var nú byrjað að ræða þetta hús, kvikuna okkar. Mér fundist það lengi hvað það vita allir af húsinu, það er þarna, ég held að þykir öllu vænt það, en þetta er einhvern veginn svona hálfgert olnbogabarnið okkur. Það vill lengi svona, þori ekki að taka almennilega ákvörðun. Þannig að ég held að hann veri ég sem stakk upp á því stjórnina að bara selja það bara húsi, fyrst það má ekki gera neitt með að horfa á það. Það var samþykkt. Þannig ég er rosalega kátur með það að þetta skulle þá vera komin allavega þessa leið. Það kom inn í bæjarstjórn og það komið tilboð í húsið og umræðan komin að fullt með þetta merkilega hús okkar. Bæjarstjórn skrifaði í játgerði að það var eitthvað 2000 ferðamenn að jafna á dag hérna. Það gefur nú hvorki meira en minni bara rúmlega 700.000 hausar. Og kvika er næstan lokuð. Ég fórum fram hjá í gær, það var lokað, hún var endur opin á páskadag og ef það sé alltaf lokað þá kemur aldrei neitt. Það má alveg örugglega breyta þessu húsi. Veitingareksturinn hefur oft verið nefndur. Er hægt að fara með sýningun upp á efri hæð
taka þá svæði sem sýningin hefur verið og opna glugga þar út. Við erum með veitingasölu þar, beint fyrir ofan bryggjuna. Ég er alveg viss að það steinleikur. Okkur finnst kannski saltfisksafnið verið ómerkilegt því að við erum búin að vinna við þetta og við þekkjum þetta og þetta er ekkert merkilegt en gestunum, þeim finnst það merkilegt. Þetta er ekki það sem þeir eru vanir að sjá. Ég fór meira sinni í safn í Svíþjóð, skógarminjasafn. Það sem við varum að sýna verkfæri skógarhagsmanna. Mér finnst bara þrælmerkilegt. Svíunum finnst þetta sjálfsagt ekkert merkilegt. En þegar að ferðamanninn er að fjölga svo mikið hjá okkur og er að gera það mikið í veturinn, hann er ekki að fara lengri ferðir þegar allir að vera von, það er kannski tekur Reykjanesingin og þá er nú Grindavík stoppistöð. Það er verið að opna 3. hótelið, það er að segja upp í Lóni, Gíó komið og Northern Light, heimagistingarna, þannig að það er komin ástæður fólk til að stoppa hérna og það gistir hérna, það þarf að borða og það þarf að gera eitthvað. Og þá á safnið alveg fulla rétt fyrir sér. Ef við getum verið með veitingasöluðar, til dæmis, þá er það bara plús. Það er að færi fjárfestingar með hús og breyta því og setja einhvern pening, sem er það bara leikt út. Við ætlum ekki að vera, eða bæir ætlum ekki að vera eitthvað veitingastað, Láki eða hverju sem getur gert tilboð þetta. En þá var að koma meira líf. Því að eins og við sagðum, ferðaþjónustan er náttúrulega aukast og við þurfum að vakna, fyrirtækin í bænum þurfa að vakna líka til lífsins. Við fáum ekki gas, til dæmis skipt. Við getum ekki selt ferðamönnum gas yfir helgar yfir sumarið. Tjaldstæðar okkar er fullt. Það er alveg fáránlegt. Það er svo mikið við bæinn að gasta, það er fyrirtækin. Matvöruverslun, hvernig er opnað? Á 10. Ferðafólki er örugglega að vakna mikið fyrir það. Já, bæjarskrifstofu, já, það er nú komið þetta 2 dagar í viku sem að það tókst með tuði. En það er ok, það er bara jákvætt. Það vantar bara 3 daga upp á, komið 40%. Þannig að við þurfum að standa saman bara og gera þetta góða hús bara betra. Hætta við sölu á því og ég ætla að leggja þetta fram bókun. Ef ég má ekki lesa hana bara upp núna. Bókun frá fulltrúa S-lista. Fulltrúi Samfylkingarinnar í bæjarstjórn hafnar alfarið sölu á Kvikunni og beinir því til bæjarstjórnar að hún vísi málinu aftur til stjórn Kvikunnar sem taki málið upp að nýju. Stjórninni verði gefnir að ca. 2-3 mánuði til að skila tillögum til bæjarstjórnar hvernig þau sjá notkun og nýtingu hússins í náinni framtíð. Magnús Andri Hjaltason. Ég held að við bara vinda okkur í það. Það sé bara mjög einfalt. Standa bara að keka á því. Takk. Takk fyrir þetta, Magnús Andri. Þessi bókun. Ertu með hann á tölvutæku? Þá geta að fá hann fram. Ég var nú næstur á Maldiskrá. Þar á eftir Róbert og Páll Jóhann. Ágætt bæjarstjóri, ég fagna þessari umræðu hérna. Nú tölum við bara þetta eins og síðasti gimsteinin. Ég var einn af þeim sem tók undir það að selja húsið. Að eiga sumarhús á Spáni og nota 1 dag á ári er glórulaust. Þá miklu nær að leigja. Svo ég nota einhverja líkingu. En þetta er bara fínt. Þetta eru fínar umræður og fínt sem komið. Ég ætla ekki bara að lengja fundi með því að geta upp allt eftir ykkur, en meira og minna erum við erum bara sammála í grunninn og passa upp á peningana og allt þetta. Ég ætla að benda ykkur eitt. Við erum ekki að ræðast það. Við getum bara opnað þetta á morgun. Við getum bara fengið félag eldri borgar til að skoða og sýna og hvað segir þið. Enga hvaðir að þau að fara að þrífa þarna hátt og látt upp og niður. Við getum skoðað þetta, sett posan í gang. Þetta er bara okkar ákvörðun. Skoða það. Án þess að gera mikla breytingar, en við þurfum að hugsa fyrir því og við höfum haft starfsmannarnar sumriti og þannig verður það að því þið blönduðu eldri borgurum inn í það félagslíf sem við vorum að hugsa um þar á efri hæðinni. Það er pláss þar sem Gotland var, það er pláss þar án þess að trufla starfsemina niðri, bæði salinn og sýningarnar.
Það ekkert mál að setja þetta í gang, líka það tvinnast öðru sem við vitum að eru skólastofurnar sem eru skólalóðinni. Við þurfum jafnvel fyrir þær. Kannski þetta ekki framtíðarlaust, en við erum þó að stefna eitthvað áfram. Það er nóg hægt að gera fyrir þetta hús ef það er vilji fyrir hendi. En við þurfum að vera frjó. Það svona að fagna þessari umræðu. Nú eru allir bara komnir upp og allir vakandi yfir þessu. En eins og ég sagði hann, ég ætla ekki lengja þessa umræðu. Róbert, gjörðu svo vel. Já, forseti, það á ekki að þurfa að koma neinum á óvart að þetta ferli hafi verið í gangi, að húsið hafi verið til sölu. Tillaga um að auglýsa húsið var samþykkt í stjórn Kvikunar 5. október, afgreidd úr bæjarráði 17. nóvember, fundagerð með þeirri tillögu var afgreidd í lok nóvember og síðan hafi verið haldnir 4 bæjarstjórnarfundir og enginn tekið þetta mál upp. Húsið er búið að vera auglýst á veraldarvefnum sem allir hafa aðgang að. Þannig að það á ekki að koma neinum á óvart að þetta hús hafi verið til sölu. En það er ágætt að við skulum vera komið núna á þann stað að vera að tala um þetta mál. Við upplýstum líka þá sem afhentu lóðina á sínum tíma að til stæði að auglýsa húsið til sölu þarna í nóvember. En það náttúrulega ákveðin glemma í þessu, en náttúrulega væntanlega þá bara tökum við málinu til afgreiðslu að það er tilboð sem liggur fram sem við þurfum að taka afstöðu til. En ég hef ákveðna samúð með tilboðsgjafanum í þessu máli. Yfirleitt gerir maður ráð fyrir því að þegar eitthvað er auglýst í sölu þá vilji eigandinn selja. Og það hefur legið fyrir nú þó nokkuð marga mánuði. Þá með umræðan fundurum þá komin upp ný staða og orður til alls fyrst, þannig að ég vona að þessi umræða verði til þess að við getum þá farið að taka einhverja svona stærri ákvarðanir þennan rekstur. Það er bara svona nokkur smá atriði sem ég langaði til að svara. Það er vissulega þannig að það er hægt að nálgast upplýsingar Kvikuna á heimasíðunni. Ef það ekki réttar upplýsingar þá bara þurfum við að kippa því í liðinn og það er mjög miður ef svo er. En við höfum algjörlega haldið okkur höndum í öllu markaðsstarfi og öllu sem lýtur að þessu húsi. Við höfum bara, okkar hlutverk hefur fyrst og fremst verið að draga kostnaði. En það hafa framlögin verið að lækka. Það eru heyrnartólandi staðar, en það er eitthvað misskilningur ef það eitthvað tíma glemst að afhenda fólki það. Það er líka hægt að taka þá aðrar ákvarðanir núna ef við viljum varðandi sýningarnar. Sýningin sem Jónar Rut minntist á er einmitt í einkarekstri. Það hefur gengið prýðilega. Víkingaheimar eru núna í einkarekstri, þar hafa nýju aðilarnir aukið vöruframboð meðal annars með veitingasölu. Eldheimar í Vestmannaeyjum áttu að vera með veitingarekstri, en þar risu veitingamennir upp og þá lögðu menn ekki í það að vera með veitingarekstur þar inni. Þannig að það er bara kaffisala. Þannig að það að vera með húsið í rekstri áfram og taka einhverjar nýjar ákvarðanir krefst þess líka að við höfum kært til þess að taka ákvarðanir sem að gætu raskað öðrum hagsmunum. Þannig að það er ekkert einfalt í þessu. Það eru ýmsar leiðir mögulegar og við höfum skoðað margar leiðir, meðal annars þessa leið með ratleiki og svona í síma og leiðsögn bæinn. En það kostar líka, kalla þá meiri framlög úr bæjarsvæði. En það er allavega að vera þá í þeirri stöðu núna eftir því sem við best heyri að við hljótum þá að vera tilbúin að taka ákvarðanir auki framlög og mögulega fjárfestingar við þetta hús. Og það var allavega það sem að meiri hluti stjórnar Kvikuna lagði til. Annaðhvort menn þurfa að vera tilbúin að taka einhverjar stærri ákvarðanir fjárfestingar eða sölu og hérna er þá tilboð sem liggur frammi og þarf að taka afstöðu til. Takk fyrir það, Róbert. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Það sannast til fólkvenna að enginn veit hvað átt hefur fyrir mist hefur. Það er svolítið eins og Magnús Andri sagði að það hafa allir vitað af þessu húsi þarna en vill enginn svona helst komast nálægt því eða koma nálægt því. En við verðum náttúrulega bara að líta á staðreyndir og ég tek alveg undir það sem hefur komið hér fram að þetta kostar og þetta kostar meira en 5 milljónir. Við skulum bara, það fyrir að koma viðhald á þetta hús þannig að við megum ekki láta þetta fara eins og festi að þetta verði allt í einu orðið ónýtt. Mér skilst að klæðning og annað, það sé að þetta stórt viðhald á þetta hús. Þannig að, en það breytir ekki því, mér heyrist nú vera þannig andrúmslofti svona að þessu tilboði verið hafnað og kannski leyfi mér kannski bara að koma þá með þá tillögu
að svo þetta verði ekki bara ákveðin höfnun en að við höfum setjum eitthvað formlegt ferli í gang og felum þá hvort sem það stjórn Kvikunar en einhverjir hérna úr bæjarstjórn, bæjarforseti og formaður bæjarráðs eða einhverjir hérna sem hafa eitthvað vægi að hérna þeir hefji strax viðræður við eldri borgara þeirra aðkomu þarna að húsinu. Ég ekki ætlast ekki til þess að þeir fara að sjá þetta bara en að þeir komi líf í húsið og við verðum með þarna starfsmann í sumar. En jafnframt verði þá stjórninni og einhverjum hérna úr bæjarstjórn falið að leita þá eftir samstarfsaðilum því að byggja á þessum reit, klára þessa byggingu. Mér dettur í huga að þegar þessi bygging var gerð að byggja bara þetta og gera ekki eldhúsið og annað það svipað að byggja togara og hafa ekkert spil í togaranum. Því að innkoman náttúrulega reksturinn hlýtur hafa þær áætlanir sem að fylgdu þessu húsi hljóta hafa snúist það að það væri þarna einhver starfsemi. Það væri eldhús og einhver hérna matsölustaður eða hvað sem það væri og einhverjar byggingar. Mér skilst að hvort að sjómannafélagið var þarna með í þessum hugleiðingu þá. Þannig að til dæmis þessi aðili sem að sýni þessu áhuga núna og gerir þetta tilboð, að hann sýni það verki að hann hefur áhuga, þannig að mér dettur í huga að það veri nú leitað til hans. Því þeir aðilar sem standa því fyrirtæki eru í hótelrekstri hérna og nú þess vegna sjómannafélagið sem með matsölustað þarna hinum megin, nú þeir sem lögðu til lóðina þarna hinum megin, þannig að það verði leita að við felum bara bæjarstjóra og stjórn Kvikunar og að hérna hefja svona leita eftir samstarfsaðilum til þess að byggja upp á þessari lóð. Að klára bygginguna og hvernig sem það er. Þannig að ég bara ger það að tillögu minni eftir þá væntanlega verður hafnað. Ég veit ekki alveg formlega heitir á því. Já, takk fyrir það, Pálmi Jón, og orðið laust, eru fleiri á mælendaskrá. Magnús Andri, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Ég gerum fast ráð fyrir að við þurfum að leita okkur aðstoðar hjá einhverju fagfólki söfn. Hvernig best standa að þessu og hvernig við getum betur bætt sýninguna eða reksturinn á húsinu. Og ég held að stjórnin, ef stjórn Kvikunar fæli að gera það og með forseta bæjarstjórnin hverju sem þá þurfum við bara að leita okkur aðstoðar og það kostar aldrei einhvern pening en svo það bara lífið. En ef að hafa eitthvað samúð með tilboðsgjafa, nei, það hérna bæjarstjórn gerði gagntilboð með fyrirvarum samþykki bæjarstjórnarna, það alveg degin og ljósara. Þetta hérna var ekkert mál. En við þurfum bara að fara í málið og vinna það bara vel og vandlega, fá til okkur fagfólks ef þess gerir þörf. Nú eins og Palli segir að fá aðlinni kringum okkur sem eru Þorbjörn og Vísir og önnur fyrirtæki. Það bara besta mál, eða sjómannafélagi hvernig sem en þetta þurfum við að ef við ætlum að vera að stimpla okkur inn sem einhvern ferðamannabær, þá þarf að bæta þetta. Ferðamennirnir eru til staðar og þeim áttur að fjölga og þá þurfa að hafa fleiri ástæður til að koma til Grindavíkur. Þannig að þetta alveg já, ég segi, við bara vinda okkur í þetta. Þetta bara einfalt. Takk. Takk fyrir það, Magnús Andri. Nú, ef það ekki fleiri, það eru fleiri sem vilja, en eins og lá fyrir, þá var komið tilboð í húsið og þá ber okkur taka afstöðu til þess að taka því tilboðið að hafna og þá ber ég til atkvæðagreiðslu hvort að við tökum þessu tilboði, þið erum öll gögnin og upphæðina
Þeir sem að vilja nýta að taka kauptilboðin rétt upp hönd, það er enginn. Þeir sem að eru á móti því að taka þessu tilboði, þeir sem eru á móti að taka þessu tilboði rétt upp hönd, það eru 5 atkvæði, einhver sem sitja hjá, eða Kristín María situr hjá og Páll Jóhann. Já. Nú þá í bara framhald af því að með þær umræður og það sem komið hefur hér fram, að þá hlýtur að liggja fyrir að leggja hérna fram bara að Menningarhúsið Kvikan verði tekið af sölu. Ég tel eðlilegt að bæjarstjórn taki afstöðu til þess og þeir sem styðja það að Kvikan verði tekin af sölu, gjörsölu rétt upp hönd, það er samhljóða. Þá held ég að við höldum áfram. Má ég spyrja bara einu og Gjörðu svo vel. Þannig að eru fundargerir satt, er það ekki aðgengur á? Það er fyrir bæjarfund. Við höfum bara fundað einu fyrir þessu ári. Já, það er ekki. Nei, það er ekki vinnið þessu að þetta verður bara leikin og bæðið að verði. Þá er það 13. mál. Já. Sem er í óbreytt starfsemi. Það eru ekki álega eitthvað að breyta starfsemi. Það er ekki bæjar á vinnum ána áfram að þetta er þá að það tekir fyrir ákvæmum fjármögnum því að framleginn er lækur. En við leitum sko ef við félum einhverjum að fara að skoða þá maður fórna. Já, bæjar á þeim stundum. Já, þú ert að tala um áframhaldið. Já. Í raun og veru, þá vilt að það komi hérna inn í bókun? Annur til að lagur samtilega til að þessu vísindi stjórnar ekki. Já, þau þurftum ekki, já. Með þá tillögu. Þú lagði til að þessu... Þetta var bókun. Já, bókun. Ég legg til að bæjarstjóra og formann bæjarráðs ásamt stjórn Kvikunar hef ég strax viðræður við eldri borgara í þeirra aðkomu að Kvikunni og jafnframt verði leitað eftir samstarfsaðilum uppbyggingu á lóðinni. Það er einhver ekstra að vera með setja einhver hópabund til þess að halda þessu ásýnum fyrir nokkra daga. Til að byggja, það vill ekki koma að byggja. Við ætlum ekki að byggja. Þetta er eitthvað eftir. Herðu, við lokuðum þessum lið kannski á fljótt á máli 12. Ég heyrði það að menn voru ekki alveg búnir, þannig að við höfum það opið. Við skulum gera pínlítið fundarhlé. Þannig að menn fara yfir þetta, þannig að við getum gengið frá því sem við viljum segja.
Og því þetta þarf að fara þessa leiðina. Beitur og valdið. Herðu, ég er komið fram tillaga. Hún er frá B-lista. Tillaga að bæjarráð ásamt stjórn Kvikunar verði falið að hefja strax viðræður við stjórn eldri borgara í Grindavík aðkomu þeirra að Kvikunni. Jafnframt verði þeim falið að leita eftir samstarfsaðilum við uppbyggingu á lóðinni til lengri tíma. Þeir sem eru þessu samþykkir, orðið laust, fyrirgefið þið. Afsakaðu, alveg. Í hverju tillögu fá allir að tala. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Ég svona bara vil fylgja þessari tillögu eftir og hún svona sýnir bara hvaða vægi þetta hefur í okkar huga, þessi bygging, að það hefur nú komið í ljós hérna á þessum fundi að menn vilja fara í að byggja Kvikuna upp. Menn vilja rífa þetta starf þarna upp og auka þjónustuna. Eldri borgarar hafa sýnt í mikinn áhuga núna. Ný stjórn eldri borgara hefur mikið metnað fyrir þessu. Og þess vegna segjum við þarna bara að hefja bara viðræður strax. Það er ekki eftir neina að bíða. Það er bara stutt í sumarið. Það var verið að auglýsa eftir starfsmanni í Kvikuna. Við vorum að því, bærinn var að því. Þannig að þess vegna er ekki eftir neina að bíða. Þess vegna stendur þarna strax að fara bara í viðræður. Og jafnframt, eins og hefur komið hérna fram, að þá er Kvikan hálfbyggð. Það var aldrei byggt þessi hlutin af byggingunni sem átti að skapa starfsemina, eldhús og annað. Þannig að ef við erum ekki tilbúin að fara í að byggja það, þá ítrekum við það að leita eftir samstarfsaðilum, til dæmis þessi aðili sem sýndi þessu áhuga og var að bjóða í húsið. Sjómannafélagið nefni ég líka, þeir voru nú með þarna ákveðnar hugmyndir svona í upphafi. Þannig að ég hef trú á því að með samstilltu átaki fyrirtækjana hérna í bænum, þau sem stóða að þessari byggingu í upphafi og fleiri, ef við stillum saman strengina, að þá getum við rifið þetta upp á tiltölulega stuttum tíma. Og þess vegna segjum við þarna að jafnframt verði bæjarráði og stjórn Kvikunar falið að leita eftir samstarfsaðilum. Það gefur þessu ákveðið vægi að hafa bæjarráði með stjórn Kvikunar. Það er auðvitað ágætt að stjórn Kvikunar fundi og komi sína tillögur, en það gefur þessu bara ákveðið vægi að bæjarráð sé með. Þannig að ég bara trúi ekki öðru en að fundamenn séu miðað við hvernig menn hafa talað hér í dag, þá trúi ég ekki öðru en að menn sýni metnaðinn í verki og hefjumst bara handa. Páll Jóhann, orðið er laust. Er einhver sem veit? Guðmundur? Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég stend hér á annar tillögu. Ástæðan fyrir því ég mun ekki greiða atkvæði þessari tillögu frá framsóknarmönnum er sú að þarna er verið að festa sig við tvo ákveðna útgangspunkta sem að ég vil ekki gera á þessari stundu. Ég vil að þessi vinnumálið áfram fái breiðara svið til þess að vinna með. Takk fyrir. Takk fyrir það, Guðmundur. Orðið er laust. Ef það er ekki fleiri sem hafa kveðið sér ljós, þá berum þessa tillögu B-lista til atkvæðagreiðslu. Þeir sem eru samþykkir þessu rétt upp hönd, stíga tillöguna.
Á ég lesa upp tillögun aftur? Ekki þörf. Tillaga að bæjarráð ásamt stjórn Kvikuna verði falið að hefja strax viðræður við stjórn eldri borgara í Grindavík aðkomu þeirra að Kvikunni. Jafnframt verði þeim falið að leita eftir samstarfsaðilum við uppbyggingu á lóðinni til lengri tíma. Svo hljóðar tillagan. Og atkvæðagreiðsla þeir sem henni samþykkir, rétt upp hönd. Það eru 2 atkvæði, einhverjir á móti, einhverjir sem sitja hjá. Þetta er kannski of seint talið, en þetta er bókað. Það eru 4 atkvæði á móti, 2 með. Þá er það tillaga, en var ekki, Magnús Andri var ekki búinn að lesa tillöguna hérna upp? Jú. Hér er tillaga frá fulltrúa S-lista. Hún hljómar svona með öllu saman. Fulltrúi Samfylkingar í bæjarstjórn hafnar alfarið sölu á Kvikunni og beinir því til bæjarstjórnar að hún vísi málinu aftur til stjórnar Kvikunar sem taki málið upp að nýju. Stjórninni verði gefnir ca. 2 mánuði til að skila tillögum til bæjarstjórnar um hvernig þau sjá notkun og nýtingu hússins í náinni framtíð. Orðið er laust. Það búið að senda okkur þessi tillögu. Var ekki búin að fá þetta send? Þau eru hann til atkvæðagreiðslu og svo 3. tillagan. Herðu, þá berum við þessa tillögu S-lista til atkvæðagreiðslu. Þeir sem eru sammála tillögunni, gjöra svolítið rétt upp hönd. Einhverjir á móti. Og einhverjir sem sitja hjá. Ég sit hjá. Býtur á þér? Ég get ekki verið á móti. Viljum við greiða aftur? Þeir sem samþykkja tillöguna. Það er 1. Þeir sem eru á móti. Og þeir sem sitja hjá. Já. Má ég gera grein fyrir Já, það er í boði, ég er ekki, Ástæða fyrir því að ég er á móti þessari tillögu er einungis sú að ég tel að 2 mánuðir að binda stjórnunum að hafa einungis 2 mánuði til að koma með tillögur geti verið ekki nóg gott. Ég tel að geti þurft lengri tíma og þetta sé svolítið stærra verkefni en það. Takk fyrir það, Jón Magnús Andri, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, það stendur í tillögunni sirka 2 mánuðir, þannig að þetta getur þess að fara í 3 mánuði, það er ekki heilagt, en við þurfum að bara fara í það mál. Það held ég að þurfi ekki að taka neitt gríðarlegan tíma að koma með einhverjar tillögur, það verður ekkert fullmótaðar en það eru allar tillögur. Orðið er laust, ef það eru fleiri, þá búa að greiða atkvæðagreiðslu í málinu, þá er það tillaga fulltrúa D á G-lista leggja fram tillögu að bæjarráði verði falið að vinna málið áfram ásamt stjórn Kvikunar. Orðið er laust og ég er búinn að setja sjálfa mig á mælendaskrá.
Ég mun samþykkja þessa tillögu. Ég vil gefa þá stjórn og bæjarráði og svo fólk gerir sér grein fyrir því. Stjórn Kvikunar er hérna stórum hluta. Hún er hérna bara alveg. Já, hún er á stórum hluta. Við erum með hérna 4, held ég 6 eða 5. Við erum 80% hennar. Við erum hérna, þetta er í okkar höndum. Ég gat ekki samþykkt tillöguna þína, Páll Jóhann, út af þessum höftu þarna, en ég er sammálaður því það þarf að fara strax í að ræða við eldri borgara og það er ágætt. Ásrún sem fulltrúi B-lista, hún bara ýtir á okkur og það verður gert. Þannig að við erum öll á sömu línu og vonandi að við göngum heil í þessu, en það liggur allt í orðunum. Við gefum bæði stjórn og bæjarráði meira rými til þess að vinna málið, en við vitum það er brýnt og það þarf að ganga hratt. Orðið er laust. Gjörðu svo vel, Páll. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Það voru auðvitað ákveðin vonbrigði að menn studdu okkur ekki í því að þessa tillögu sem við bárum fram áðan, Framsóknarmenn. En hvað það? Ég mun nú alveg styðja þessa tillögu því að ég skil hana svo að bæjarráði sé falið ásamt stjórn Kvikunar að fara í að byggja upp samkvæmt tillögu stjórn Kvikunar, að fara að klára bygginguna. Þannig að ég skil tillöguna þannig, hún er náttúrulega að vísu svolítið loðin. Hún er, ég veit ekki hvort það er ásetningur að hafa hana svona loðna, en hún er galopin. En ég treysti því að hugur fylgi bara verki og það komi og menn fari í það að klára byggja Kvikuna, klára þessa byggingu eins og stjórn Kvikuna leggur til. Ég get ekki skilið þetta öðruvísi. Og þá verður spurningi hvort að bærinn ætlar að gera það, einn og sér, eða leita eftir einhverjum samstarfsaðilum. Þannig ég bara, en allavega legg ég þann skilningi í þetta og styð þessa tillögu með því hugafari að menn sé að fari að klára bygginguna eins og stjórn Kvikuna leggur til. Verður það, Páll Jóhann. Kristín María, gjörðu svo vel. Takk, forseti og bæjarfulltrúar. Ég veit ekki hvort að ég sé alveg sammála orðunum hans Páls að það hafi verið meining stjórnar Kvikunar að klára viðbygginguna. Þó svo ætti að kasta til ykkur fjármagn í að reyna að koma í meiri virkni heldur en hún er í dag. En ég gat ekki alveg greitt ykkar tillögu atkvæða því að mér fannst hún binda okkur of og ég myndi frekar vilja sjá útfærsluna og nánari vinnslu á málinu fara fyrir bæjarráð og stjórn Kvikunar. Og mér fannst hún alveg góð og gild þín tillega, Magnús Andri, en ég satt hjá því að mér fannst tímaramminn vera frekar stuttur eins og Jón Árni kom inn á. En þetta er niðurstaðan okkar í þessu máli að við ætlum ekki að selja Kvikuna og ég er stjórnarmaður þar og mun heilsu að vinna að því að við reynum að hefja þetta hús upp til einhverja virðingar og nýtingar. En við þurfum líka, eins og ég er búin að koma inn á, að sumt getum við gert strax kannski án mikils tilkostnaðar, en við vitum það býður okkar að leggja eitthvað fjármagn í þessa byggingu. Þannig að ég mun styðja það og þá tillögu sem hann las upp hann Hjalli frá okkur í Gilistanum og Sjálfstæðisflokknum að máli verði unnið áfram í stjórn Kvikunar og innan bæjarráðs, af því við þurfum væntanlega að fara í einhvers konar stefnumótun. Hún getur tekið töluverðan tíma og ef við ætlum að vanda okkur vel. Takk. Takk fyrir það, Kristín María. Orðið er laust. Eru fleiri sem vilja tjá sig það? Ef svo er ekki, þá leggjum við þessa tillögu fram til atkvæðagreiðslu, T á G-lista. Þeir sem eru samþykkið þessu, gjörðu rétt með hönd. Það er samhljóða.
horfum á næsta mál, númer 13. Málefni fatlaðra. Þjónustusamningur AFA eða AFA. Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn að þjónustusamningur beingreiðslu til fatlaðs einstaklings verði samþykktur og leggur til við bæjarstjórn að samþykktur verði viðauki við fjárhagsáætlun ársins 2016 sem felur í sér tilfærslu á fjármagni innan bókhaldslykla deildar 02562 að fjárhæð 4.425.000. Orðið laust. Einn fyrirspurn. Gjörðu svo vel, Guðmundur. Ég var að velta fyrir mig fyrir hvað AFA stæði. Skammstöfun og nafni einstaklingsins. Okay. Ég gerir ráð fyrir þetta verður ekki fyrir AFA. En orðið laust. Nú ef það ekki, þá berum við tillögu bæjarráðs undir bæjarstjórn, þeir sem eru þessu samþykkir, þessu rétt upp hönd, það er samhljóða. Það er þá 14. mál, Miðgarður, Hönnun. Hafnarstjórn, Það var gáðu getur átt skjælið, það kom nýtt skjælið. Það er komið nýtt skjæl. Þeir eru höfnina? Já. Ok. Bara, maður vita allir af því. Hafnarstjórn samþykkir endurskoðað minnisblað frá siglingasviði Vegagerðarinnar og leggur til við bæjarstjórn að fylgja því eftir að kostnaðartölur í samgönguáætlun 2016-2020 verði í samræmi með minnisblaðið. Gögnin eiga að vera komin og orðið laust. Því eftir svona skrambulegur að gera refresh. Það er þessi PDF-skjálana, sko, þetta kom inn sem eitthvað MSG eða eitthvað sem ég veit ekki hvað er, sko. Það er núna einu sem PDF. Já, gera refresh. Ég gæti opnað þetta núna. Já. Þetta er bara lagt fram. Já, og þá bara... Leggur til við bæjarstjórnina. Já, og þá bara sem fallið hérna í þessari talmarka. Já. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hafnarstjórn eins og þið sjáu þá svona beindu því til bæjarstjórnar að bæjarstjórn myndi kannski reyna að fylgja því eftir að fjárára samgönguáætlun verði að þær upphæðir sem að þar verði í samræmi við þessa verkáætlun. Það er þannig að sú samgönguáætlun sem var lögð fyrir Alþingi fyrra að það vantar talsvert upp á þær upphæðir. Væntanlega er núna samgönguáætlun, fjárhagslega samgönguáætlun í þingið. Þannig að það er mikilvægt að bæjarfulltrúar og bæjarstjóri séu meðvitaðir um það að svona koma með, fylgja því eftir að tölurnar verði réttar í þeirri fjárhagsáætlun. Nú, það má geta þess hérna og fagna því að siglingasvið Vegagerðarinnar hefur samþykkt það að vera með sama dýpi, að dýpka verði í 8 metra fyrir framan allan miðgarðinn, ekki eins og til stóð að það væru 6 metrar að hluta eins og upphaflega var áætlað. Þannig að þilið verður 8 metrar og dýpið 8 metrar þarna alla leið. Þannig að ég bara svona vil fagna því. En þetta er nú bara svona lagt hérna fram svona til þess að ítreka það við bæjarstjórn að fylgja þess eftir. Já, takk fyrir það. Og Jóhann, hérna orðið laust. Ég hef nú gefið sjálfur mér orðið, ég fagna því að það er framgangur í þessu máli. Það hefur svo sem ekki verið neinn ætlun að draga lappirnar þarna. Við vitum þetta eru stóra framkvæmdir og þetta þarf samt engu að síður að spila saman.
sem sé fjármagnið sem við setjum í þetta ríkið og hvenær hefjast framkvæmdir. Mér sýnist á þessu að þetta gangi vel og verður gott sumarbil að þá verður stálið komið. Þannig að ég held að séu allir vakandi við því að þetta er mál sem við verðum að láta okkur öll skipta. En orðið er laust. Það er einhver sem að Róbert Kjörnsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, hann er alltaf að verða betri og betri gagnið sem við höfum í þessu máli og þetta er að skýrast allt saman hvernig hönnunin verður og ég tek undir það að það fagnaðarefni þarna sem þú komið sátt að dýpka alla leið. Við séum ekki í ykkur bráðabirgðagerð. En kostnaðurinn er þarna þá orðið 1350 milljónir í heildina. Við erum með okkar kostnaðarhlutdeild eru rétt tæplega 400 milljónir sem er svona í samræmi með þess að við höfum áætlað. Það sem mér finnst bara að við veltum upp þá líka er sem sagt að eins og þetta kemur fram þá vantar upp á hlut ríkisins á öllum árunum og við þurfum að berjast fyrir því að fá þær fjárveitingar inn í okkar samtölum við þing og samgöngu yfirvöld. En þannig getum við verið að lenda í því að við þurfum að fresta ykkur. Þannig ég vil bara varpa þau hérna fram, það eru til fordæmi fyrir því, en það er kannski ekki endilega æskilegt að við myndum lána fjármagn til þess að flýta fyrir verkinu í stað þess að láta þilið liggja ef það er eitthvað sem að bæjarfulltrúar vilja velta fyrir sér og upp á þá framhaldið að gera. Það er allan að leið sem að væri mögulegt að fara en þannig getur raskað okkar fjárfestingaráætlunum að við erum þá leggja fram okkar fé fyrr með það markmið að fá inn fé ríkisins síðar, skiljiði. Þannig að ég vildi bara varpa þið hérna fram með að þið viljið velta þessu fyrir ykkur upp á það að framkvæmdin gangi aðeins hraða fyrir sig og þá erum við líka búin að akkera ríkið svolítið niður í verkefnið. Já, takk fyrir það, Róbert. Orðið er laust. Kristín María Kjörnsson. Já, takk fyrir þetta. Róbert, ég held að þetta sé mjög mikilvæg spurning og eitthvað sem við þurfum að hafa á bak við eyrað. Þetta er stóra fjárfestingin sem datt inn núna fyrir jól sem við vorum ekki viss að kæmi. Það er mjög mikilvægt að hafnarsvæði sé svæði þar sem hægt er að athafna sig og þar sem hægt er að landa og liggja við. Þannig að ég held að þetta sé eitthvað sem við verðum að íhuga alvarlega hvort að það þurfi að hafa áhrif eða hvort við ætlum að láta það hafa áhrif á okkar áætlanir. Það er eitthvað sem bæjaryfirvöld og við bæjarfulltrúar þurfum náttúrulega að leggjast yfir en ég held að sé mjög mikilvægt að við höfum náttúrulega þingmann í hópnum sem ég veit að hefur verið að berjast fyrir þessu máli innan á sínum vettvangi og vonandi heldur hann því bara áfram. En það er mjög mikilvægt að ríkið standi við sinn hluti í þessu og við erum búin að kaupa efni, við erum búin að kaupa þilið og það er væntanlegt hingað bara í vor. Þannig að ég held að sé mjög mikilvægt líka, við vitum það í öllum fjárfestingum sem við höfum verið að fara í að við náum að klára verkefnin, það sé ekki að koma mikil frestun ef að þýðir það að við þurfum að fara að fá ég veit svo sem ekki nákvæmlega hvernig þessi vinna fer fram en ef þetta snýst það að vera að fá okkur tæki og svo ekkert og svo aftur þá held ég að við vitum öll að það borgir sig að klára en þetta er stór spurning sem er varpað hérna fram og ég held að sé mjög mikilvægt að því að umræðan á þessu fundi hefur einkennst af fjárfestingum og rekstri og tekjum og svo framvegis þannig að þetta er eitthvað sem við þurfum alltaf að hafa í huga. Takk. Takk fyrir það, Kristín María, orðið er laust. Þetta var svo sem bara til upplýsingu og áherslu fyrir bæjarstjórn, þessir minnispunktar á vegagerð og hafnarstjórn. Þá held ég að við slítum beinni útsendingu, því að fyrirliggi eru bara fundagerðir. Er það ekki rétt? Er ekki svo? Var ekki síðasta formlega málið?